kommer två. Robbie kommer två. Men kanske. En 3-3. Men det är inte en steg på den sättet. En 4-4. Jag vill klara att skriva. Extrelia av matchen nu. Och så sista av. Passan i den här. Agora para que a gente também. Para que essa graça que esporte. Para que essa esporte que tem que passar. Para a serviço também. Vamos de 30. Vamos de 30 assim essa canção. Vitória para três. Mas essa primeira temporada da nova mente já fico em outra da Começou. Konferansen går aldrig ut en gång. Då vill jag personen. Ja vänta, hejsa! Har jag lett till så jag har åtar med? Ja. Så var det klar. Det är en minut och något där lite utrörande. Vad säger du sig? Berlinerna. Men vad som inte har läst. Okej, räcker. Det är något rätt eller? Den här klockan. Varför är det? Han verkar med. Nej, vad brukar han? Det kommer i sjön. Att det gör. Och ni har varit det. Därför, lever brukar fast sjön. Och det är vad ni. Att det är det. Att det ska vara det. Färdigt. Och så är det bara mössorna. Och då kommer det att visa det. Ingen stanna. Rent av och stanna. Nu kommer ni andra high skill. Byggliga. Vi krossar det nu. Bra tusen. Det är nog det. Prima da domani, sama veramente la Parma se lo ricordi di Parri, Feria. Calore para il tempo siene il tempo enna. Hasta el revés, una séptima tocada, programa en la pausa. Confida, reina, brega la oce. Prima para il calore del Parma. Anzi, prega che si scappi, tutto il peso. Era fatta, non si avanzava. Il gattone! Come dove?
Consider it. Speak from the freedom of Victoria Liga. God is going to fly. Victoria, go slowly, like you're trained. It's going to be. It's going to be. Victoria. Open your phone. Make it much bigger. There's a lot of some great things. I'll hear some names here. The competition culture. The president of making culture. Can you give me the process? All right. Paper box, bro. It's a paper box. Near victory. Near victory. What was it? Near. Okay, that's all the water. And they're going to see also. The left and left. They're going to spin together. Go to the north. Send me the man to the north. What is open there? How can you put the man to there? Go to the north. Go to the north.
Kom aan, rolling die bal met de loopkast, die rolling die bal met de loopkast. We zeggen met 2 uur. Nee, zeer genomen. Kom in de bal. Schiet. Party. Inkel, blessings. Let's going. Oh, damn it. Come on, let's do this one. Let's do this one. Here, check. Come on, here. I'm not like. Check, 3, 4, look out. That's what we want down. Don't make you make them get this one down. You feel like the nonsense. Stop that. That's the whole thing. Oh, there komt aan. Gaat de vis aan. Oh, shit. Dan doen we weer klaar. 1, 2, 3, 4, 5. We bidden het nou 50 verdachten. Hopelijk gaat erin. Gaat dan zo in. Hopelijk. Meneer Heine. Hola, Simba staat in. Hola. Oké, Prio. Bring dan daarin. Zie je dat weer. Denna, Prio. Denna. Zo laten we heen. Jons staat in. Oké, 2. Você está lá que diz próprio do Emilia, ainda do dele. Eu dele. Respeita ele. Tudo. Depende de 2 minutos. Vou brincar fora. Não, não. Apaga só o som vai bem. Mano, eu me clima na prova. Brothers, I'm best to me prayer. Let's hear it done. Going through those years that we're trying to be. Going through those years. We get in the thing. Going through those years. Eén minuut. 1 minuut op de minuut. William, de leiding, de Ratan. Dat is het. Dat is het. Telefoon. 3, 2, 1, binnen. Jó. Fyrir það sem eru að horfa, Bensi og Dóri eru bara á leiðinni og þeir eru að fara að kommenta þetta og fjölga eins myndavélum, það gerir þessu smá.
Testify, pre-play sticky. Good job. So I'm going to put the fly on me. Thank you. I'm going to put the fly. I'm going to play it. See something good. Yeah, I'm going to do it. You can do it. That's all that you can do. Two plays, 17 guys on the number. We get it open. Think up. What I can do. Para o outro, eu sou nisso. Tudo bem. Tudo anything. Anything to install. That's it. Come on. Tanto mito, creo que estoy haciendo. Depois de uma vitória. Agora ele me ganhou na data. Ele é que fala que a bola não vai ter ele é que vai ganhar. I'm good. I'm going to share the material. This is a serious. I'm going to play with you. Hopefully, this is working. This is how we're working. Five minutes left to do. 5 minutes to do. Here's the mix of tables. One, tables off and I don't off. Okay, no. Hopefully, let's see if we go. Come on, get you. Here, the fire out away. Good job. Good job indeed. Hold it. I'm not going to be mine. I'm big enough to get.
Vi ligger till något i det lutan, men det är allt som är det. Kolla, jag kommer inte med där. Kolla, det säger till. Kliva under backen. Let's go. Vi kom och kliver och fram och spänn. Realty Center. Och nu har vi dämpet av det och blir det fina realty för oss. Alltså gatan och några längtan. Några tunt och enkallor just en grund. Ja, det är 15 varma sådär på 15 torpisering. Spränt ut. Lyset. Three, 3, 8. Bygga. Let's go. Händer kommer det. Jag hoppar där. Det blir fullt spelområde nu. Fullt spelområde nu. Låt dem vara. Ja, nu. Det tar prins. Lägger några på sin namn. Och nu. Räkna. Och en annan inte. Vad säger du? En där kommer du. Kom på det. Come on, come on. Oh, come on. I'm like a material. I'm like a material. There, bring on. Come there. The still goes in there. We can't come back to the brother, but you're saying we're the chapter. There's that guy there. New sex, they got this at the system. New sex. Se la que han aldrig fram. Hon blir som en stammar. Och allt det här. Jag vet inte vad jag tror att det är en annan att jag har bra. Allt är kul. I'm not going to
Núna er með sína 15, eða 15 manneskjör. Heilbrigður heldur áfram að hittast við staðinn eins og að finna. Ábjóð sem keppnum, brotsefnda Íslandsmótið Trophy Games. Ækili, geta, yfir að. Það er fyrir. Og einhver tækning að Trophy Games. Það er ljóðsum það. Okay, eftir ennum komum við til eftir ennum ennum þetta mikilvægt aftur heimskeppskan kemur við línuna finna vilkjörnum frá stjórnum finna vilkjörnum með inn í klassið það er fyrir endan Enrique, Enrique. Við erum live, ég elska það. Erum við mættir innan beint í... Erum mættir. Hít nummer 2. Hvað er það? Erum við hérna? Hvað starf viltu? Ó, hvað er það? Kæka. Við erum starri. Svona, búm. Held að þurfum ekki að sjást í okkur með þessi. Það er ekki skiptið Já. Við erum að reyna að setja, maður sjá. Þið erum bara að upptaka lag? Já, A-lag. Svona, nei, byrja. Já, það þannig. Hérna er Riverside. Já, ég var að gera hana sem spar í þetta. Já, næs. Já, það var verið að byggja það. Já, ok. Já, þú haft okkur miklu minni. Ó, sick. Þetta er stúdíót, sást. Ó, nei. Já. Það er livestream, sást. Já, ok, geggja. Hæ, veit þið, geggja. Sjá YouTube channel. Hæ, veit þið. Þið geggja livestream-mótinu, blablabla. Já, tekur þið myndinu, já. Geggja, það er fínt að hafa... Já, ok. Geggja, við erum að fara að bæta við myndavél út í sal. Við erum komin í loka hítið hérna á stelpunum. Event 3. Þetta er alvöru sprettur þetta event. Þessi stelpur eru að fara að negla í gegnum þetta vott. Það leita upp í tímana frá áðan, frá Emmu til að gefa þessum dömum smá markmið. Geggja, hérna er átjóð af Let Them In, yes. Geggja. Sko, núna erum við bara við hérna. Þetta er ekki sem ég vil. Þú verður að fara í hérna og veldur, er ekki 2 stórir og 1 lítill, eða?
Svona. Svona þetta bara í bili. Já. Skipt á milli líka. Já. Prófum þetta. Guys, við erum að testa þetta. Work in progress. Og 55 sekúndur eru tíminn. 3:55 er besti tíminn. Hippa í myndaðum. Til þessa. Það er bara að lífa þetta. Og við erum aftur stórir hérna. Á hverju við fokkin stórir? 30 sekúndur. Svo. Nei. Jú, hvað er það? Extra lunch held ég. Oh shit. Okay. Dekka það. Nei, bara extra lunch. Á hverju við erum enda fucking stórir hérna, sko. 5, Svona. Það er er í livestreaminu. 2, 1. Ok, stelpunar eru byrjaðar. Vonandi gengur þetta. Þær eru byrjað stelpunar 27 kaloríur sem þær byrja á dömunar. Yfir í 21 chest to bar. Já, ég er ennþá alltaf stór. Það sagði við. Prófa þetta svona. Það veist, þetta er ekki virkað hins veginn. Eins og. Já, ok, gerist eina. Sjáum hver er fyrsta á hjólinu. 27 kaloríur. Hendur komin upp hjá Steinunni á braut 4. Lengar aðra hendur upp eins og er. Er ekki þetta trekt? Guðbjörg komin með hendur. Elín komin með hendur. Við erum fucking stærstir. Steinunni komin af hjólunni. Steinun, fyrsta hjólunni, Elín er komin líka af hjólinu, þær byrja strax í testubar. Guðbjörg, þriðja af hjólinu, stekkur á 21 testubar. Þessar stelpur eru ekki að fara að sleppa á stönginni. Steinun sýnist við vera með mjög hratt cycle rate á þessu. Elín líka mjög snögg. Elín með gott 5-leika background og sund background. Elín og Steinun á sama tíma af. Þær þjótast að þær eru hnífjafnar. Gugga byrjar eftir þeim, 2 reppum eftir þeim. Sjáum hvort hún nærði þeim. Steinun er aðeins á undan henni. Sjáum hvort hún nærði að halda þessu út. Gugga er á góðum hraða. Gugga er að ná Elínu, sýnist mér. Hún er búin að jafna henni í 1 repp á milli þeirra. Steinun er komin með gott fórskot hérna. Ja, gott, 2-3 repp sýnist mér á Elínu og Guggu. Þetta er rosalegt, svona á þetta að vera. Þetta er lúmst, núna eru lungun hjá þessum dömum farin að brenna. Að vera að færa kassan, Steinun komin í seinustu 7 hoppinn. Sjáum hverju hvort að Gugga eða Elín á henni. Og Gugga og Elín eru hnífjafnar. Steinun á 2 repp eftir, sýnist mér. Og Steinun hoppar yfir og klárar. Gugga og Elín hnífjafnar. Gugga aðeins á undan. Og Gugga klárar rétt á undan Elínu. Elín 1 repp eftir hérna. Geðveikt góður hraði á þeim. Skoðu. Þetta er fyrstu prjóðar úr þessu rannsók og alltaf á undan besta tímanum frá jáðan. 3 eftir hjá Andru. Gægja, Lítja er að klára þetta. Og Andrea. Gekja, 3-4-4, 3-4-5, Andru.
að vera. Bara eftir var Emil Pinna, 4-10. Tóknirinn. Sett. Þannig sjá? Þetta er bara með okkur í aðal. Já. Settu hérna mækinn í annað. Það er örugglega það sem er vandað. Kom on. Og tóknirinn gerði sig jafnir í lag. Er þetta að setja í hennan tíma? Kom on, ja. Síðasti. Það er þetta í gegnum þetta hér? Já. Settu rótinn í gegnum hana. Hann er í tölvuna. Nákvæmlega svona sem þetta átt að vera. Já, þess að þetta. Við erum að reyna eins og við getum að losa við okkur þarna á þessum skjá og hafa bara keppnina. Munið þér? Hvað var besti tími frá því á? Nei, síðan á það. Það var búið að bæta tíma núna. Það er 5 mínútur og 15 sekúndur stelpur. 5 mínútur og 15 sekúndur, time to beat. Það eru 90 sekúndur í að stelpunar fara aftur af stað í næsta vot. Það eru 5 mínútur og 15 sekúndur er the time to beat úr seinni 2 hítunum. Ég er nú vissum að þessar dömur eru að fara að slá það út. Og svo verður annar sprettur. Það er akkurat þannig sem þetta á að vera. Þær eru á leiðinni í 21 calorie assault bike, 15 bar muscle up núna sem breytist og 15 burpee box jump over. En er reppin lækka örlítið og það er breytt úr testu bar yfir í bar muscle up. Sjáum hvernig þetta gengur núna hjá þjómanum. Þær byrja núna eftir 50 sekúndur. Nú bakkar kaloríunum úr 27 niður í 21. Endurtekingunum á slammi bakkar en breytast það er erfiðari 30. Tæknilega erfiðari það. Það er ekki bara því hljóðið að þeir setja fremst hljóðið það sem er að tala. Og börnum sem bakkar líka. Já, við erum setur okkur þetta fremst. Þetta gerum við til að fá 2 spretti. Tilbúnar dömur. Það eru byrjast í 10 sekúndur dömunar. Elín í bleika tóknum, Gugga í appelsínu gula, Steinunn í svarta, Liti í gráa og Andrei í hvíta. Þær byrja þær að negla á þetta núna. Núna eru enga bremsu, núna á bara að negla á þetta. Það er ekkert vott sem er strax á eftir þessu. 21 kaloría á assault-bikeinu. Já, þetta er... Hver verður fyrsta hjólunni hérna? Það er ekkert verra en svona assault-bike sprettum maður. Jesus. Höndin er komin upp á Guggu og Steinunni. Gugga 3 kaloríur eftir. 2 kaloríur eftir hjá Guggu. Andra í 5 kaloríum. Höndin komin upp í Elínu líka. Gugga og Steinunn á sama tíma í bar muscle up. Gugga fer á undan upp í stöngina. Hún er að hanga, það verður að hanga. Þetta er bara keppni, hver getur klárað fleiri í einu án þess að springa. Ef einhver kemur niður og er sprunginn í gripinu, þá er það löng pása sem á sér stað. Elín er virkilega góð í öllum hreyfingum á slánni. Hún er vön að rífa gripin sín á mánaðarfresti sem er algjör klikkun. Hún er límd við slána. Það eru aðeins að nýta sér pásuna efst uppi til aðeins að anda. Það er spurning núna hvort þær fóru of hratt í assault-bikeið. Gugga droppar niður. Gugga á 5 rep eftir.
Steinun með 2 rep. Guggi 3. Steinun eiginlega bara sprungin. Hún ekki ná að komast aftur upp í stöngina. Miður alveg eins og ég sagði, þú þarf að koma niður. Nei, hún ekki að ná þessu. Hún þarf langa pásu. Gucci búinn. Gugga fer í burpeeinn. Elín á 5 eftir. Steinun þarf að slaka. Hún má ekki feila aftur. Hún verður að ná þessu. Hún nær ekki. Hún verður að hvíla sig núna. Og hún komin að vegg og núna verður bara að pása. Það komin alltaf mikið sýri í hendurnar að latsa hana. Elín á 1 eftir. Andrea búinn og byrjuð. Elín flýgur í gegnum þetta. Gucci fyrsta, Andrea í öðru. Elín misti þessi. Hún stendur aftur upp. Það virðist vera allt í lagi með hana. Steinun náði reppinu á 1 repp eftir og nær að klára. Núna keyrir hún á þetta. Steinun pirruð akkurat núna að hafa lent í þessu. Það að gera að sjá hvort það ná að grafa djúpt og keyra á þetta og mögulega ná Elínu eða Andru. Herðu, hún virðist vera að ná þeim. Gucci fyrsta, Andri öðru, Elín í 3. Steinun í 4. Lydia að klára nokkur rep. Gucci búinn. We have the movement doctor watching the stream. He must be proud right now. Gucci is he's been training there for a while now. Koma svo. Steinun á milljón. Andrea kemur í mark. Þetta Elín eða Steinun. 2 rep hjá Elínu og Steinun náði henni. Ha? Elín klárar, lappar yfir rólega. Þær eru búnar. Það ekki ein manneskja standandi. Jesús, þetta vott. Lydia heldur áfram minna, hún í barmössulöpunum. Maður þarf að fara á svo virkilega slæman stað til þess að standa sig vel í svona votti. Ég held að allir sem eru búnir núna með þetta eru breathing air of relief hérna, sko. Lydia með alvöru barmössulöp. Þetta chicken wing en þetta pure hjarta í hverju einasta reppi. Já, Silja. Satja. Já. Koma Lydia. Halló. Lydia ætlar að komast í gegnum þetta. Hún hefur 90 sek. Lydia eiginlega að gera þetta hárrétt. Hún að taka góða pásu á milli. Hún á ekki efni á einu feili ef hún ætlar að reyna að negla á burpeesinn. Rétt rúm mínúta til stefnu. Steinun og Andrea. Ákveða líka aðeins að góðum í stóð. Þvílík barátta. Eins og ég sagði, því miður á hún ekki efni á þessu reppi. Hún ætti núna að taka sig góðar 30 sek. Að hvíla. Kemur Gucci til okkar. Eftir 1 mínúti þá tökum við gott viðtal við sigurvegarann. Það var alveg verra en ég hélt. Kekja. Tökum það live. 30 sek. Let's go. Við viljum sjá eitt hérna reppi viðbútt hjá henni. Koma upp. Já. Lydia fer aftur upp. Guð minn góður, Lydia verður súr í vinstri hendi á morgunmaður. Hún búin að gera 12 single arm dýfur hérna. Hún ætlar að reyna eins og henni. Koma. Let's go! Heyrðu. Tæpast leikur. Herru, tún inn, við hendi gott viðtal núna við hana Guðbjörgu.
Við erum komið með Gucci til okkar inn í viðtal. Annað sæti í þriðja event A og fyrsta sæti í þriðja event B. Hvernig var planið á leiðinni inn í þetta og hvernig gekk að halda planinu? Sko, planið var að byrja hratt og reyna að halda. Fimmleikar hafa alltaf verið svona veikleikar. Bara út af hæðinu og svona genum þá ætti tæki að vera gott fyrir mig. En ég er búin að vera að vinna mikið í fimmleikunum þannig að ég ætlaði bara að testa því ég væri nógu fersk, eða þú veist, ég ætti höndla að vera ekki fersk í fimmleikunum. Þannig ég fór bara hratt í byrjun. Steininn fór bara hratt. Ég bjóst ekki við, ég var bara what the fuck, akkur er hún ekki smá að peysa þetta. Þannig að ég ætlaði að fara fyrst á hjólinu, sko. Já. En sinnum með 2, þá hugsaði ég bara, ok, núna verð ég bara að vera all out, ég ætla ekki að fucking tapa aftur. Og var bara að treysta því að hina verður minna ferskar en ég, þannig að slóta mig í kóra. Og ég fór bara ennþá hraðar í hjólinu á fucking vont. Og svo var ég bara kútt í þessum barmörslu. Ég held að helmingurinn af þessu hafi verið trickiming, sko, það var bara ekkert annað hægt. Þetta var bara döða drepastana, þetta var geggjað hjá þér. Bara strax eftir fyrstu 2 þá var ég bara á ég að gera fucking 15. Þannig... En þú tókst því í 2 settum, eða ekki? Ég gerði heldur 10, ég var samt farin að hvíla svolítið á toppnum. Ég var bara, hefði ég átt að fara fyrir niður, geti verið. Greinilega ekki. 10 gerði sem 5, já. Og ég heyrði náttúrulega dæmið þannig að súlan er fyrir, þannig ég sé ekkert steinunni. Mér fannst hún vera undan mér. Svo veit ég ekki hvað gerðist, því að sen var ég var búinn með, ég veit ekki hvað mörg kassa það. Helmingin eða eitthvað. Hún var á undan þér, hún lenti í... Hún hefur lent á vegg bara sem ég skil vel. Gripið og allt bara. Bara chestið mitt núna. Heyrðist í mér það? Ég ætla að halda það sig. Verður bara nálægt sjá. Já, en alltaf chestið mitt á hendunar eru svo þreyttur. Heyrðist illa, er það betur svona? Maður er svo þreyttur í höndunum að... Hún er að spara hendur að reyna. Já, ég veit það. Ég gert það og sérlega gert það. Já, ágríns. Þú ættir að vera þreyttur en ég. En mikið var gott að vera hérna að stríma þessu. Þetta var erfiðara en ég helst. Þetta var klárlega erfiðara en ég held. Ég vissi alveg að þetta yrði svona erfitt ef ég bara vissi ekki ég þurfti að pússa svo lógstu mikið. Já. Við erum hérna með mann at the movement doctor. Kannastu við hann eða? Já, þetta er þjálfari minn. Hann var að segja someone translate for her coach. Við ættum að taka þetta á ensku. Ok, heyrðu, annar ykkar verður með viðtalið og hinn segir á ensku. Translator, já, fyrir hann. Þú getur baktala eins mikið við vilt núna reyndar. Já. Nei, ég myndi ekki baktala, hann er fucking æðislegur. Hann skilur bara alltaf fuckinginn á milli, hann bara kann aldrei. Já, mikið fucking í gangi hérna. Hvað ertu búin að lengi með honum, að vinna með honum? Bara 3 ár. Já. Ég byrjaði hjá honum út af bakmeiðslum. Já, ok. Og út af að hann eins og heitir movement doktor. Er hann doktor? Já, hann er doktor í sjúkraþjálfun. Og ég er líka sjúkraþjálfari, þannig að ég er líka svona lært. Mér finnst hann vera svona mentorinn minn bara í crossfit, sjúkraþjálfun. Ok. Þannig að, já. Geðveikt. Hann er geggjaður. Hversu þakklátt ertu að hætta Votsi búið? Fucking þakklátt núna, sko. Já, en nú er ég bara, ég er eiginlega mjög þakklátt. Það var svona versta vottið on paper, Ég er ógeðslega spennt fyrir Sundvottinu morgun. Já, ok, það var hægt að segja fucking. Það verður hella. Við verðum ekki á bakkanum að taka upp það. Við verðum í skílunum á bakkanum í lauginni. Við verðum í pottunum með livestreami. Nefnir að kotta andliðið mitt á, því ég verður með hættu og gleraugu. Þetta var ræðilegt lúk. Við verðum hérna full facial, sko. Já. En geggja. Til hann ekki aftur. Takk. Þetta verður ekki senasta viðtalið. Þetta verður ekki senasta viðtalið. Nei, maður, ég sé þess að ég kom aftur. Hún verður komin aftur inn til okkar. Geggja. Takk fyrir komuna. Takk fyrir spjallið. Geggja. Veistla. Já, ekki. Strákanir eru byrjaðir. Við ætlum að snúa strax í þá. Jón! Geggja, þeir eru á fleygiferð hérna strákanir komnir að stað. Fyrsta hítið af strákunum, Böddi var fyrstur í bar muscle-upið. Þeir eru komnir allir í að vera með í miðjunni í grænabólnum er hann Stefán sem var að vinna Masters Divisioni þar seinustu helgi og er mættur hérna með Böddi er fyrstur úr stönginni. Hann ætlar ekki að skilja neitt eftir. Við erum búin að vera að tala við henni allan dag og hann er pirraður að vera
í þessari stöðu sem hann í. Hann var að búast við að standa sig betur. Hann lendi í 5. sæti í fyrra og hann er að fara að negla á daginn í dag. Ég held að það séu enga bremsur. Gjörsamlega að setja hjarta allt í þetta og ekki sjá eftir neinu. Böddi sniður að draga kassan. Það voru áðanstelpunni að flippa kassanum sem er bara alltaf svolítið klunnalegt. Þannig þetta er sterkt múf að draga kassan í staðan fyrir að flippa honum. Böddi er fremstur ennþá. Jón Þorri er á eftir honum á góðu peysi. Báðir fáránlega ferskir á því í nýja sterkast mörgsbólunum. Böddi kominn á seinasta. Jón Þorri líka. Stefán og Svanur á eftir þeim. Þetta er mesta red zone voti í heimi. Þeir sem ætla að standa sig vel, þeir geta ekki hugsað að peysa sig. Þetta er bara að loka augunum. Nei. Nýfjafnir Jón Þorri og Böðvarsson Reynisson á 3.30. Þetta var semi-photo-finish með síndi samt Jón klára örlítið hraðar en hann. En báðir geggjaðir. Það er að borga sig að vera í styrkast mörgsbólunum. Þeir eru hérna mjög aerodynamic, þannig að hvert hopp er þægilegra og auðveldara. Stefán er að klára hérna seinasta burpið, hann er að klára á 3.58. Skeggjaðasti maður mótsins er komin yfir, hann Kristinn 4.04. Svanur komin yfir 4.10. Helgi Tómas er komin yfir 4.18. Þetta er flott frammistaða, strákarnir eru gjörsamlega að negla á þetta. Það sem er áhvert núna er hver var að peysa sig og ef svo er, hversu hratt fá það að sjá þá negla á hjólið. Ég held að Jón Það er áhvert að sjá hvernig menn er að reyna að hvíla hérna á milli. Það er svona að menn eru að fá okkur sér 3 mínútur til að ná sér áður en þeir hendað í annað svona red zone vot. Förum hérna yfir hvað nákvæmlega þeir eru að gera strákan, bara svo fólk sem er að hreinu. Þeir voru að klára 35 kaloríur, 27 chest to bar, 21 burpee box jump over. Núna fá þeir pásu að 7 mínútna markinu sem er núna 1 og 40 sekundur í viðbót. Og núna næst er að fara að gera 27 kaloríur assault bike, þannig aðeins læra 21 bar muscle up, 15 burpee box jump over. Það verður mjög áhvert að sjá hvort að einhverju strákar hérna ætla að góða unbroken í bar muscle upunum. Ég hugsa að þeir allra bestu er að fara að ná því. Og það verður líka gaman að sjá hvort að menn hafi kannski farið aðeins of hratt af staði hérna, eða hvort þeir ná að recovera og halda góða peysi hérna. Þetta er mjög skemmtilegt vot. Þar sem að vanalega þá er svona betur að vera stærri og sterkari á hjólinu, svolítið þungur á hjólinu. En á móti þá er það mikið af fimleikum í þessu og það er oftast ekki gott að vera of þungur í fimleikunum. Og svona ekki heldur alltaf gott að vera þungur í burpeeunum. Þannig þetta er svona öflug blanda því að hversu gott er að negla hjólið og halda peysi í fimleikunum og svo lifa burpeeuna. 27 kaloríur, 21 bar muscle up. Við erum að tala 30 sekundur í 7 mínútna timemarki þar sem þeir ætla að byrja aftur strákanir. Fylgið sér nú vel með, við fáum að sjá hversu snöggir þeir eru að klára 27 kaloríur. Það er alltaf áhugavert að sjá hversu hratt það er hægt að klára þetta. Maður er vanur að taka einhverju EMOM sem eru kannski með 9 til 15 kaloríur á assault-bækinu og það tekur alltaf þokkalega í. 27, sjáum hversu snögglega menn komast í gegnum þetta. 5, 3, 1 og þeir eru byrjaðir.
Ég með hjartað í maganum minna. Það enginn að gretta sig. Þeir ætla að passa sig aðeins til þess að reyna að ná þó nokkuð mörgum barmannslöps. Sjáum hvaða hönd kemur fyrst upp. 40 sekundur komnar inn í þetta. Ég held að ætti örugglega bráðlega hönd að fara að birtast hérna. Það sem maður verður að taka inn í myndin þeir voru að taka sprettvott. Það þreytan, sérstaklega í lærunum. Jón Þorri, höndin komin upp. Þetta alvöru pace á drengnum. Mínúta komin. Hann fór niður með höndina. Ég held að hann var að signala mögulega 20. Nei. Höndin komin upp hjá Bödda og Kristinn. Og Jón Þorri. 3. 2 kaloríur eftir hjá Bödda. Bödda að hægja hans á sér. Hann aðeins að anda 1 kalórí eftir hjá Bödda. Kristinn líka. Kristinn kominn af fyrstur. Og Svanur. Við sáum hann ekki alveg nógu vel, Svanur kominn af. Hann byrjað strax, Svanur stekkur upp í þetta. Böddi búinn. Böddi númer 2 á Slána. Núna spurningin hver hefur gripið í að klára þetta í 1 til 2 settum. Það manneskjan sem nær að klára þetta vott fyrstu. Jón Þorri mættur á Slána. Hann að fljúa upp drengurinn. Það 2 útgáfur af muscle-upinu. Annaðhvort þetta lenda aðeins lægra með chestið í og taka meiri dífu. Eða þú að sveifla þér eins og mannfjandi og lenda mun ofalega. Þið sjáu þetta aðeins á hópnum. Helgi Tómas að lenda neðarlega og taka dífu. Svanur líka. Ég veit ekki hvort að Jón Þorri ætti að vera að nota svona mikla sveiflur að koma sér svona hátt. Það töluvert meiri lungu, meira kardio þar sem að menn eiga ekki efni á núna. Ég að gíska á... Nei, Böddi kemur niður, annars hefði hann verið búinn að ná smá forystu. Jappa þú aðeins. Svanur lítur að vera með forystuna. Hann búinn að fara oftast á Slána og var fyrstur upp. Helgi Tómas búinn að ná þó nokkrum inn. Jón Þorri líka. Svanur komið 12. Stefán í 11. Böddi kominn í 12. Það allir svolítið jafnir. Kristján með forystuna með 14. Menn að gera allt í þetta. Eins og þið sjáuð menn gjörsamlega tómir. Menn dottnir á hausinn, en við erum í einu reppi, sýnist mér. Það ekki hægt að ýta sér of langt í muscle-upinu nema þú vilt lenda á gólfinu. Böddi kominn í singles. Það allir í 1 til 3 rep. Hann kominn í 2 rep. Hann Kristján minnir mig. Hann á 1 eftir út í horni. Stefán á 2. Og hann byrjaður. Stefán byrjaður. Kristinn og Stefán að negla á þetta núna. Núna þetta bara að loka augunum og halda áfram. Svanur búinn.
Hann er byrjar á fleygiferð. Stefán virðist alltaf að taka þetta hít. Hann heldur sama hraða. Þetta er bara helvítis hjarta núna að klára. Böddi á eina enn. Svanur rúllar. Það eru allir nema Böddi byrjaðir. Stefán er kominn á seinustu. Hann er kominn á 4 eftir. Þetta er alvöru pace á manninum. Nær hann að klára sub 6. Við sjáum það núna. Böddi er búinn, hann er byrjaður. Stefán á 2 eftir, hann á 1 eftir. Og hann drífur sig yfir og það er 5:49, þvílíkur tími maður. Stefán er reynslubolti, hefur farið á games, væntanlega er hann að taka þetta vort þar sem þú þarft að passa þig í þessum barmasulöp. Menn er í vesinni með að ýta kössunum sínum áfram, þeir eru það þreyttir. Svanur er kominn yfir! Þvílíkt pace í burpees þess að skila sér inn á 6 og 8. Hann er í öðru sæti í hítinu og við erum að keppa Helgi Tómas og Jón Sölvi. Jón Sölvi tekur 3. Jón Þorri minnaði. Helgi Tómas á 1 eftir. Herru, þetta verður hníf í átjáðum. Hann tekur Kristinn með 3 sekúndum. Núna það Böddi að koma Böddi! Böddi er að reyna að klára þetta eins að hann getur. Hann er alveg búinn. 15! Hvert burpee er að rífa í. Þetta er 4. helgin hans Böðvars sem að maðurinn keppir í röð. Maðurinn elskar að suffera. Björgvinsar Guðmundsson, hraða í sig líka. Hann þekkir eitthvað þekkir þessa tilbyggingu á þessu góð hérna. Það gaman að þessu, næst er að sviði. Á braut 6, Brynjar Ari Magnússon. Brynjar Ari. Já. Hvað er það? Ég er með 2 smól. Á braut 5, Snorri Sigurðarsson. Snorri! Jæja, love it. Hann meira hann, ég sá hann að hann, ég veit hann er Snorri minn og þetta. Þetta Snorri, 5. 2 og 1 já. Svo er Ægir Björn Gunnsteinsson. Takk fyrir þetta. 8 stemming. Og Arngrímur Arngrímsson er á braut 3. Greipa var alveg búinn. Svo Sigur Einarsson á braut 2. Og Bergsveinn Alex Halldórsson á braut 1. Velkomin drengir. Jæja, næsta hít að byrja eftir. Leiðarinn í dag, Bergsveinn í sjúkraþjálfari í mínum heimabæ, Húsavík. Þetta frétti ég bara í dag. Man ekki hvað stendur þetta. Kannski er rest að koma minni, ég er hægt að vinna mikið. Jæja, hít nummer 2. Samanverkefni. Bergsveinn með okkur hennar alveg lengst til vinstri. 1 mínúta. By the way, planið var alls ekki að hendi í livestream yfir helgina en hérna erum við að negla á þetta. Þannig að við kunnum ekki öll nöflin utan að. So sorry guys. Böddi, geggjær. Já, plussu. Bara stuð sko. Það er bara, konur heima með því bæði, það er bara stuð sko. Maður fær leyfi. 35 dagurinn, 27 kestu bar, 21 börn í sigur. Það gengur aðeins. 5 börsa. 1 í XL og 1 í... Þú verður að grafa fyrir því sko. 10. Já, ok. Ég ætla að broadcasta. Tilbúinir. 3, 3, 2, 1 og við byrjum þetta.
Sjáum á negla á þetta, við erum með alveg stóra menn hérna. Herru, menn eru ekki að peysa sig, guð minn góður. Bergsveinn er að fokkin negla á þetta, Snorri var að negla á þetta. Ég held að við sjáum Snorra fyrstan af, það er maður með 2 hægra megin í hvítum ból. Hann gjörsamlega neldi á fyrstu 10 sekúndunar. Hjólið virkaði hann að því harðast sem hann neglir á það, á stigmagnast hraðinn sem að kaloríunar eru að detta inn. Þannig að það borgar sig að gunna rar og rar. Þetta er einhver helvítis veldisvöxtur. Enginn kominn af núna, það er 1 mínúta búinn. Heyrðu, Snorri á 5 eftir, alveg eins og ég sagði. Hann á 3. Og Snorri er fyrstur af hjólinu. Ægir er reynda bara beint á eftir honum og Arngrímur kemur svo þar á eftir. Snorri virðist ætla að jakkast á þessum chest to bar. Hann er helvíti öruggur til að byrja með. Arngrímur er að brjóta þetta töluvert meira upp. Hann tók 5 stykki held ég. Spurning hvort að hann sé að spara sig fyrir muscle-ups í næsta híti. En maður sér á Snorra að þetta er ekkert mál fyrir hann. Hann er að slaka á í chest-to-barinu. Hann er ekki að taka þetta of strikt. Heyrðu, Ægir tók þetta í 1-2 settum, guð minn góður. Snorri og Ægir eru mættir. Þeir ætla að taka hann hít. Brynjar er einnig búinn með uppbyggingarnar og er byrjaður. Fimleikatæknin skiptir svo gríðarlega miklu máli hérna að þú sért ekki að halda í þér andanum og henda í öll þessu pull-up. Maður þarf að vera slakraði svo ferðu beint í þessi burpees yfir kassan. Það er 1 rep á milli Snorra og Ægis. Það er fullt af stigum í boði fyrir að taka þetta event, þannig að menn eru að negla á þetta. Þó þetta séu nokkrar mínútur að vinnu með við vottið í gær, nummer 1 sem var bara 30 mínútur time cap, það eru jafn mörg stig í boði. Þannig að það borgar sig að loka augunum og bara fucking klára þetta. Heyrðu, Ægir er rétt á undan. Hann er 1 rep á undan. Nákvæmlega 1 repi. Það er spurning hvort að Snorri tímið í að kreista út þessar auka rep til þess að ná honum. Nei, hann ætlar ekki að ná honum. En þvert á móti er Brynjar að fara að tölu hvaðan er Snorri. Núna er spurning, Ægir klárar fyrstur, 3:17, svakalegur. Heyrðu, Snorri kemur inn á eftir Ægiri og Brynjar kemur inn 5 sekúndum seinna. Hann bara tæpur á að ná manninum. Heyrðu, Bergsveinn á meðan hefur verið út í honum, hann gjörsamlega að negla á þetta. Þessi burpees eru easy fyrir mannin, guð minn góður. Hann svífur upp. Og Bergsveinn virðist vera að klára í 4. sæti í þessum hít. Svakalega vel gert hjá honum. Hann er að keppa sínum fyrsta Íslandsmeistaramóti. Hefur verið að vinna þessu senstu 2 árin. Og Arngrímur kemur yfir á rétt undir 4 mínútum. Og sigurur 4:03. Stuð og djöfusins stemmari maður. Þetta er svo ljótt vot. Núna eru menn að keppast hver er bestur í recovera, hver fór of hratt. Er eitthvað sem var viljandi að peysa sig aðeins hérna. Taka sensin að þeir menn séu að springa og að þeir nái þannig að klifra upp. Hérna vilja menn vera að hreyfa sig. Þú vilt ekki standa kjur eftir að vera að hjóla svona hratt og bara fyrir síðan að harna í lælunum. Þú vilt vera að labba, vilt fá þér jafnvel pínupónsu sykur. Reyna að láta vöðvana pumpa sýrunu út, fá þetta blóðflæði. En það er spurning hvort að menn nenni yfir höfuð að vera mikið að labba eftir þetta. Þeir vilja örugglega helst allir bara leggjast niður. En við þurfum þeir að byrja eftir 2 mínútur aftur að negla á þetta. 2 mínútur.
Fáum við að sjá einhvern taka muscle upið í 2 settum. Ég vil meina að það sé challenge dagsins. Það voru allir í alveg 5-6 settum hérna áðan í fyrra holi. 90 sek í stað. Lokni á undan storminum. 1 mínúta. 50 sek. 27 kaloríur. 21 varmasvæð. 15 bergis. Tuttugu sek. 20 sek. Spurning hvað menn ætla að draga fram hérna. Það er komin ælufata, hafa beðið ælufötu. Please einhver æla. Þetta er ekki alveg crossfit mótið, menn er ekki æla. Og byrja. Já, Bergsveinn er að negla á hjólið. Mér sýnist Ægir líka. Maður heyrir bara þegar menn er að negla. Hjólið gjörsamlega byrjar að ímynda sér að sé þyrla í staðinn fyrir assaultbike. Hver verður fyrstur af hjólinu og það þýðir alls ekki að sá einstaklingur verður fyrstur til þess að klára. Við höfum alveg séð hérna í mörgum holum að þetta virðist vera töluvert meira 5 leika vod heldur en assaultbike vod. Hann Arngrímur er kominn, hann á 3 eftir. 7 hraði. Og Arngrímur er fyrstu niður. Hann var að brjóta mjög mikið upp pull-upin. Það er spurning hvort þetta hafi borgað sig. Við erum að fá að sjá. Herðu, muscle-upin lúka miklu betur heldur en chest-to-barinn. No offense, Arngrímur. Guð minn góður, hann er að fljúga upp. Ég er ekki frá því að hann hafi peysað þetta svona. Brynjar var með yfirlýsingu hérna áðan að hann ætlaði að klára þetta í 2 settum. Það er spurning hvort að hann ætlaði að standa við hann. Brynjar er að lenda mjög ofarlega hjá naflanum og notar fullkomna dífu, notar lappina til þess að skila sér upp. Seinastur af hjólunni er Snorri sem er áhugavert. Hann var 3. og númer 3 af áðan. Ægir er komið með 6. Arngrímur með 8. Brynjar hefur verið að rúlla síðan að labba fram hjá honum. Sigurður komið 5. Bergsveinn er kominn í 7. Brynjar náði ekki að klára þetta í 2 settum. Skamm á hann, skamm á hann. Arngrímur er kominn með 12. Ægir er kominn með 12 núna. Þeir eru hnífjafnir, en Ægir heldur áfram, hann er kominn í 13. Og 14. Maðurinn er í skuttanlegu standi fyrir þetta mót. 16, 17, Brynjar. Brynjar virðist ætla að vera fyrstur af sláni.
19:02 eftir, nær hann að halda sér í. Hann á 1 eftir, hann Brynjar. Koma Brynjar, let's go. Já! Núna er það bara lokaðan að negla, let's go. Ægir á 5 eftir. 4. Arngrímur og Ægir eru mjög jafnir. 3. Bergsveinn er kominn í 4. Hann ætlar að taka fram úr Arngrími. Og Ægir er búinn, hann fer að negla þessu burpees. Menn þurfa að vita að þetta er heat 2, það eru fleiri heat. Það þýðir ekkert að horfa á menni í kringum sig hérna og hugsa, herru, ég fer bara jafn prat á hessi eða ég þýr undan honum. Nei. Það þarf að negla á þetta. Númer 3 ætlar að vera Bergsveinn. Koma Bergsveinn! Eins og þið viti var Bergsveinn ógeðslega snöggur með burpeesi á hann. Djöfull væri gaman að sjá hann ná mönnum hérna. Ef þið eru að horfa á skjáinn, Bergsveinn er lengst vinstra megin. Ég sé það alveg fyrir mér, hann ætla að ná honum Ægir. En Brynjar er að skilja sig heim. 2 rep eftir, yfirkassan hann tilbaka og hann er búinn. Þið sem eru að horfa og fylgjast með hann Snorra. Þokkalega slæma fréttir, hann er gjörsamlega rifinn í spað og það blæðir þokkalega mikið á manninum. Hann er að stoppa núna, spurning hvort hann haldi áfram. Eins og sáu kláraði Brynjar, gjörsamlega aðleinnana. Bergsveinn, herru, Ægir og Bergsveinn, go! Og hann náði Ægir er rétt á undan. Guð minn góður, Bergsveinn. Geggjaðu Bergsveinn. Núna mega menn leggjast niður og vera sáttir með frammistöðuna sína. Guð minn góður. Snorri er búinn, því miður. Hann hefur rifnað of illa. Arngrímur og Sigurður facing off. Geggjaðu Bergsveinn. Boom. Herru, þeir eru hnífjafnir, let's go. Sjáum hvernig það fer. Herru, þetta er keppni. Sigurður ætlar að taka þetta helst á hörkunni. Hann ætlar að taka þetta á hörkunni. Let's go. Já, hann tók þetta. Svakalegur. Ran the man down hérna. Boom. Hann Snorri er out, sýnist mér. Já. Hann er out í þessu voddi, en það heldur hann á tusku sem var hvít og er núna rauð. Já, það er mjög mikilvægt að menn passi sig á þessum slám. Það þýðir ekkert að vera allir út í blóði og gefa allt í enga barmaslöp og gjörsamlega fljúga á hausinn. Svakalegt heat, guys. Sorry, ég var ekki með tíman á Brynjari. Ég er með tíman á þessu. Sem sagt, í myndinni hérna fyrir þetta var Ægir og svo síðan í seinni rándinu var Brynjar Ari og Ægir og eftir hann 4-4. Ef einhver mann hvað bestu tímuna voru í fyrsta heitinu, að senda í tjattið, það væri geggjað. Ægir er ennþá á jörðinni, greiinn maðurinn, svakalegur. Til þess að klára þetta vott hratt, þá eiga menn ekki að labba. Sjáðu hann horfði hérna fram með ykkur núna? Svona á að labba eftir þessa æfingu. Hann drekkur í sviðsljósið. Ég var ekki með hvert á mæknum, ég var að segja ykkur frá því að hver hérna Time to Beats eru. En mér sýnist að Time to Beat fyrir fyrsta hlutan er 3:17 sem er Ægir, smókaði það. Og síðan með seinna þá er það 4:30 Brynjar Ari. Endilega sendi inn þetta er allan fyrir þetta seinna heat. Ég man ekki allir tímana fyrir fyrsta heatið, svo að passa þetta betur næst. Ef þið vitið tímana fyrir fyrsta heatið, hver var bestir, endilega senda það hérna í chatið ef þið munið það. Rökkvi og Bjarni eru saman með fyrsta sæti, deila reps, enda bestu vinir í heiminum eins og ég sagði í gær.
Þannig að þeir deili þessu. Mækin hjá honum Everti var í basli hérna sem betur fyrir datt hann í gang og var röddin á að endast. Jæja, Lini, Gunnar, Rökkvi, Janni, Viedma og Ásgeir ætla að negla á þetta sýnist mér. Núna sjáum við hvort að reynslu boltanir taka þetta vott. Það virðist vera að þeir sem hafa æft crossfit lengst að taka þetta. Brynjar, Ægir, Stefán, þetta allt miklu reynsluboltar. Já, þetta snýst svolítið líka mikið recovery þannig í seinni hlutunum, svo sérst ekki alveg crashing and burning sko. Þú þarft að þekkja sjálfnaði, þekkja hvað þú getur í assault-bikeinu, svo þú sérst ekki mæta fokk á því í barvarslöfin. Fun fact. Gunnar Valkvist þurfti að láta tappa hnén á sér. Hann setti story hérna í gærkvöldi bara getur einhver tekið vökun úr hnén á mér. Hann var hérna búinn að setja 1,5 kíló af frosnu hakki á hægra hnéð. Það sýnist hann vera sko eitthvað teipaður í kringum hnéð. Hann teipaður í drast og tanaður í döðlur. Og hann mættur, sáttur með þetta. Margir sem hefðu hringt sig inn bara veika daginn eftir að vera með svona hnéð í ruglunni. Hann mættur og hann þarf að láta keppinauta sína finna fyrir þessu. Augun eru svolítið á honum Gunnari. Hann hendi í svakaleg skor í qualifierunum og út af því, og hann búinn að vera stutt í crossfit, hann búinn að 2 ár í crossfit, hann var svaka handbolta kappi. Þannig að við erum að tala mann með mikið potential. Og það spennandi að vera að fylgjast með þessu sínu fyrsta móti. Heyrðu, 10 sek. Guys, fylgjast þið vel með núna hversu snöggir eru að klára þessar kaloríur og menn byrja. Þetta eru 35 kaloríur sem þeir byrja á hjólinu. Shit, það eru læti í þessum vélum þegar þeir fara að stað strákanir. 35 kaloríur, sjá hversu snöggir eru. Dóri, ef að veðja. Ég ætla að segja að Ásgeir hinn átti að enda, hann klárar innan við mínútu 35 kaloríur. Ég ætla að segja 45. Okay. Ekki alveg. Jú, gef mér 45 sek. 40? Ég segja fyrstur á 45 sek. Ég held að ég held að það er ekki aðeins ekkert mínútu. En ég held að Ásgeir verði fyrstur hérna með þetta. Hann er stór og sterkur maðurinn. Ok, við erum klára á næstu 5 sek, það var rétt sem er. 2, 1, bokk, ok, ég skeitt. Þeir eru allir að peysa sig þokkalega. Já, Gunnar er fyrstur með höndina og það er mínúta komin. Og hann á minni 15 réttu. Þeir virðast vera allir komnir í 5 nema Lini. Eina sem að Lini. Gunnar búinn á 1:10. 1 mínúta 10 sek. Rökkvi líka búinn. Ásgeir búinn. Fyrstur að byrja var Rökkvi. Hérna erum við í smá basli. Gunnar er að taka kipping, chest to bar á meðan allir aðrir er í butterfly. Hérna sjáum við að hann er bara búinn að vera 2 ár í crossfit. Hann er 100% með capacityið eins og sást á hjólinu. En núna kemur inn pure tækni. Það er aldrei að vita að hann er náttúrulega gamall handboltamaður. Það er spurning hvort að eitthvað öxlinn sé ángrann í butterflyinu. Við kannski fáum hann eftir að spyrja hann hvort það sé ástæðan. Rökkvi og Bjarni hafa tekið þetta í 1 setti. Ég held að það sé fyrsta skiptið sem einhver tekur í 1 setti hingað til. Þeir eru að negla á þetta. Þeir bestu vinir Bjarni og Rökkvi. Við erum að tala að Bjarni er 1 á undan. 2. Og hann er komið 3 á undan. Hann var svo snöggur að skipta, hann hikar ekki, hann neglir strax á þetta. Ásgeir eða Lini virðist að vera næstir af slánni. Og Gunnar flaug nærumni á hausinn hana. Menn þurfa að passa sig ekki að hoppa of langt. Hann er að smóka þetta. Bjarni er að smóka þetta. 2 rep eftir. Hann er að ná að klára undir 3 mínútum. Hann hleypur í mark á 2:56. Time to beat 3:17.
Sjáum hvað það Ægir, nei, sjáum hvað það að vera að Rökkun að vinna tímanans Ægirs líka, hann á 3 burpee eftir. Sýnist Ægir taka annarsætið í þessu íventi. Rökkun að klára núna á 3. 17 rétt á eftir honum Ægi. Beint á eftir honum er Lini. Lini var seinastur af hjólinu en djöfull hann búinn að gefa í. Enda hann nýta sér það að vera aðeins minni en hinir aðlítanir fyrir frumleikahreyfingarnar. Hann að fljúga í gegnum þetta. Gunnar kominn hann að beint á eftir honum og svo Viedma. Viedma virðist vera samt hraðari í burpeesunum og Viedma hálfur rep á eftir honum. Lini var að klára 3.43 og Viedma búinn að ná Gunnari. Ef þeir að fylgjast með streyminu, fylgjast sem með og hvað á undan? Heyrðu! Mér sýndist Viedma að vera klára aðeins á undan, það var erfitt að sjá. Ég náði ekki að sjá hvað það var. Það er verið að biðja okkur síkó hérna, það er verið að biðja okkur sígarettu Lini. Þessir Akureyringar, þeir eru stórfyrirlegir. Við reykjum ekki hér. Núna liggja menn. Gunnar liggur hérna. Það að fara að vera mjög áhugavert hvað maður gerir ef maður að liggja eftir fyrri. Já, það er hættulegt. Hann hefur 90 sekundur fyrir að koma sér í gang. Hann staðinn upp. Spurning hvort hann sé þreytur eða hann vill bara vera fremst að taka athyglinna. Það er bara hægt að róla það tilbaka. Mjög áhugavert að sjá hvernig þetta hol að fara að höndla muscle-upin. Erum við að gíska á 1-2 set? Ég held á 2 set. Ef einhvern tekur þetta í 1 seti þá væri það alveg sturlað. Það þetta Bjarni og Rökkvi að keppast sýnist mér. Þetta hol. Mér finnst Lini alveg líklegur í að kannski reyna á það. Mér sýndist að þjóta í gegnum sestubarinn. Það er spurning hvort hann getur líka hent sér í gegnum barmarslöpun. Við sáum að fólk búið að vera að festast í barmarslöpun. Það veggurinn svolítið hjá fólkinu hérna í dag. Sumir finnum þeirra að fara að skipta yfir í singla í barmarslöpunum sem náttúrulega stórhættulegt. Þú vilt ekki lenda í því. Bjarni on a fucking mission. Þetta alveg ótrúlegt, þetta pace sem að hann að setja á þetta. Þetta galið. Fyrir áhersama þá hann búinn að hendi mjög langt og gott Strava-prógram, hjólaprógram eftir að hann meiddist í bakinu fyrir cirka 1,5–2 árum. Hann elskar að hendi sér á hjólið, hann með FTP, 20 minn FTP-testa, hans 375 sagði okkur í gær, sem að sturlað. Hann haldið 375 vöttum í 20 mínútur í röð. Hoppið á hjól og reyna að koma ykkur upp í 375 vött og reyna að halda í 1 mínútu. Þeir sem eru að ná sér þokkalega eftir þetta, við erum fara að sjá það að taka balls to the wall hjól held ég. Þeir hafa sumir capacity að taka samt muscle-up í 1-2 setum. Þannig að persónulega vil ég frekar til að sjá að á aðeins peysa sig á hjólinu og við verðum að sjá einhvern taka 21 rep í röð. Það væri geðvægt, það væri fallegt. Þeir eru hunting for tímanans Brynjas Ara sem var á 4:30. 10 sekundir byrja strákunni. Það rúla fólkinni í húsið ef þið eru að pæli að koma, þið komið fyrir eitthvað fyrirhættunum seinna því það stappað hérna og þeir eru byrjaðir. Það var gjörsamlega hlupið á hjólið. Í fyrstu held ég að sé bara Gunnar, Rökkvi og Bjarni og Viedma og Ásgeir, þeir eru allir að kunna á þetta hjól. Einu sem maður sé kannski aðeins hægari Lini, annars er þetta algjör negla. Fjörutíu sekúndur inn í vottið, engin hönd komin upp í loftið ennþá. Það gæti verið að menn séu aðeins búin að sjá hvernig þetta gekk hjá hinum strákunum á hann og hafa ákveðið að peysa sig aðeins betur. Þeir eru ein höndin hans. Bjarni ætlar að negla á þetta. Hann fyrstur að fá hendun upp í loftið. Hann komin í 2.
Hann er langfyrstur með höndin upp í lofti. Núna Rökkvi höndin hans komur upp í loft. Viedma höndin upp í loft. Bjarni fyrstur, herru, guys. Please, góði guð, gefið okkur 21 rep. Koma svo. En þið horfum að Bjarni, hann lítur út eins og hann sé búinn til úr stáli maðurinn. Hann er ekkert um að vöðvar. Þetta er víst Synthol. Rökkvi er að gera sér reddi. Ásgeir er búinn að rífa svo úr ofan. Núna fer alltaf stað hjá honum. Hann er komin upp í 9, hann Bjarni án þess að stoppa. 10 stykki, eitthvað sem er að taka 1 enn og komið svo niður. Hárrétt sem er, hann tekur næst 10 rep. Það er bara hanni. Lini er á leiðinni í stöngina. Gunnar Valnkvist er kominn á stöngina líka. Lini er mættur og það er hraði á honum. Hann er örugglega að taka 2 rep fyrir hvert 1 rep hjá Gunnari. Gunnar hristir hausinn og lappar í burtu frá slánni. Bjarni á 5 eftir. 4, hann ætlar að taka í 2 settum. Koma 3, guys, í chatinu. Ég vil fá eldkallinn í chatið ef hann næri þessu. 1 enn. Hann tók þetta í 2 settum. Þetta er að taka skrýmsli, hann er byrjaðar. Hann er lengst á undan öllum. 2 mínútur 30 sek komin á vottinu. Og hann er kominn í burpeeinn. Bjarni er líka að gera statement hérna. Hann er ekki að fara hægt í burpeeinn. Hann fer hann út og neglir á það. Þetta er fucking statement hjá honum Bjarna. Viedma hangir á slánni. Ég held að hann verður að kalla 14 rep á hann. Rökkvi í 15. Gunnar er að gera sitt allra besta en er að vinna með erfitt muscle up. Það fer mikil orka í þetta. Herru, Rökkvi er komin í 2-1. Sjáum hann klára þetta hennar. Ekkert mál. Og Bjarni er búinn á tímanum 3:20. Galinn tími. Hann er meira en mínútu á undan næsta tíma. Sjá núna hvort að Rökkvi nái að taka annað sæti. Hann er enda tíman að Brynjar Sara. 4:30. Hann fær í kassan í miðuna, tíminn er 3:45. Hann hefur 45 sekúndur til að koma sér yfir línuna. Lini Linason er mættur á kassan líka. Hann er að pressa hart. Þetta eru hraðir burpees á honum. Þessi maður hatar ekki burpees. Ásgeir er að hjakka sig gegnum þessi muscle up. Ég held að hann var að kalla 18 á Ásgeir. Rökkvi ætlar ekki að leyfa niður með að ná sér. Það er bara hanni. En það er algjör reynslu bolti líka. Rökkvi á 3 rep eftir. Hann er tíminn 4:20. Hann er 10 sekúndur klárir sem 2 rep. Hann har 1 rep eftir. 4:25. Hann hoppar yfir. Hann leipur í mark á tíma 4:27. Hann rétt svona að vinna Brynjar Ara líka. Spurningin er núna, er það Viedma eða Lini sem ætla að taka 3. sæti í þessu híti? Þeir eru fucking jafnir. 1 rep. Herru, þeir eru alveg jafnir. Nei, fyrirgefðu þig, guys. Lini var heilum 5 á undan. Lini rúlar þessu inn. Fyrir pace á manninu maður. Núna er það Siggo. Bjarni, þú bara have a seat, sir. Ásgeir. Veit ekki hvað hann á mörg eftir. Ásgeir er farin að öskra á Gunnar. Ásgeir öskrar á Gunnar. Það finnst hann að strulla sér áfram. Svona er CrossFit, guys. Það þarf að láta menn heyra það. Rökkvi er ennþá að reyna að standa upp eftir þetta vott. Hann er á 4 fótum maðurinn. Það er búinn. Guys, við vorum að laga eina myndaðina. Eru menn sáttu með þetta? Gekkja, Rökkvi. Rökkvi er hérna komin upp, standandi, brosandi. Gunnar er að hakka sig áfram samt. Ég verð að sjá Gunnar klára þetta.
að mínútu eftir að tímanum. Ásgeir á 10 burpees eftir á mínútu, hann ætti nú að ná því. Hann að taka þetta á fucking vöðvunum hann Gunnar. Hann kominn í 90, hann á 2 eftir. 2 eftir á 30 sekúndur eins og sjáið, þetta að gjörsamlega rífa í. Þriðfaldur Íslandsmeistari hann Ingimar Jónsson byrjar að þjálfa hann Gunnar og það verður ótrúlegt að sjá hvað Gunnar mun ná langt á næsta árum ef hann heldur áfram með Ingimari. Ef hann nær tækninni sinni á hreint, þá verður hann algjör skepna. Gunnar náði ekki lokareppinu. Helvíti tæpt. Guys, stay tuned. Það Bjarni eftir að sitja að sjá okkur og hún bara stilla sér. Þetta svo skemmtileg sýning sem við erum alls ekki búin. Næsta verkefni Running Ísafjörð. Bjarni henni viðtal, stay tuned, ein stef. Það er Ísafjörð. Það eru 40 snararnir í gafið glögguna. Uppræða útgáðan með 60 kíló við þetta. Og 40 kíló við konur. Það er eitthvað með það sem umreiknaði frumum. Það borðað ávöxt. Við erum alltaf með verðingur í völd, 60-40. Við erum að bjóða þetta upp með sprettum og hlaupabröfi. Æfingin verður 5 verður 12 verður. Nú erum við gert þetta með innvendin. Og svo erum við að kemja við að gera 6 snaranir. Í hverja af þessum 5 boxum í áttina að ykkur. Þannig að við sjáum við progressinu eða flæðinu í leikinu. Hlaupandi Ísafjörð, 500 200 snararnir. Byrjum við þetta 10 mínútur cirka. Já, ég byrja hér. Ha? Byrja bara þetta. Svo fer ég í námið. Eins og við sjáum, við þurfum aðeins að færa okkur, það hefði verið að gera til fyrir næsta event. En áfram með sjóið. Ha? Það svo? Það svo? Ég að færa mig fyrir ykkur. Já, ég verður með þetta. Þú ræðir, það þetta heitist það sem heilsa. Bjarni kom með headphone-in, þetta hann professional. Ég heyrist ekki. Ok, kannski spurningum að hækka það ekki okkur? Það hérna, byrju við það. Heyrðu, við erum í gangi, nei, við erum í gangi. Er þetta hann eða? Þetta ekki, ég get þetta ekki. Þetta fucking neti. Ég sagði tengur. Setja það kannski saman. Já, byrjum þar. Búm, heyrðu ykkur núna Bjarni minn. Byrjum ykkur. Jækjar, heyrðu Bjarni. Þetta leit bara þægilega út hjá þér. Já. Var það þægilegt? Þetta var þægilega en ég hélt þetta vera. Það er svoleiðis? Já, ég sá bara alla baksins fyrir Ælandi og Böddi. Nei, ég var með það. Er stressandi að vera svona að sjá menn koma inn bara hvítir í framann? Já. Eins og draugar sko Steinun. Damn. Hún kúkt? Hvað gerist? Já. Þú ert með slúður, sko. Hún bara stútaði sér á hann. Já. Hún var bara búin að vera úti að Ælandi. Heldur sem hann var úti. Shit, man. Þetta alveg ælumand. Ert þú ælar eða? Ertu köpjandi í mótið? Nei. Ég hef aldrei elt eitthvað svona í crossfit. Ég verð ekki alveg þangað. Þú hefur ekki þurft að fara þangað enn? Nei. Ég hætti komið með því núna á Íslandsmótinu. Ég ætla að vita. Ef var einhvern hérna fyrir að challenge í til dæmis þessu voti, þú varst nú komið svolítið langt á undan, hugsar aldrei, aðeins á mér, ég veit alveg hvað hinn eru staðið. Það má ekki. Það er rétt, það má ekki. Þeir fá maður að sjá á hverju þú ert að jafnandi hérna, megum við fá að sjá. Er þetta the secret formula? Já, veit frá mömmu bara.
Beint frá mömmu maður, ég tvíla þetta. Stútfullt af anavar og tren í þessu og hverju kom setjustöfið? Þetta er heimaræktað. Heimaræktað stöf maður, ég tvíla þetta. Hvað eru sundið á morgun? Náðu að æfa þig eitthvað í morgun eða? Hvað segirðu? Náðu að æfa eitthvað fyrir sundið í morgun eða? Ég er aðeins fyrir sund. Ekki mikið. Spurning hvort að að Hveragerði að menn séu að fara að gísla þar í nótt eða? Ég? Já. Ég held að keyra. Það er bara kæri fyrir maður. Við byrjum korterið 10. Kalla. Næsta event, hvernig líst þér á þetta? Hlaup og snats. Er þetta ekki bara right up your alley? Jú, ég held það. Ég er svona stressaði kannski með bakið á mér en það verður alltaf í lagi. Hvernig ætlar að taka þetta? Reyna að fara touch and go. Allur landinn? Já. Það er ekki bara. Ég er bara að hlaupa. Ég fer kannski býtið þetta eitthvað, þrista eða tvista. Þú hattir ekki að hlaupa? Nei, ég er fínn í því. Það má segja það. Þetta er hvað? Þetta er annað hlaupa-eventið. Það er alltaf mikið hlaup í þessu móti, en það er bara 1,5 mánuð sem þú byrjar að hlaupa aftur, eða ekki? Jú, svona 1,5. Eftir hvað langa pásu? Alveg frá síðustu jólum. Það er náttúrulega galið að setja standið sér svona vel í hlaupavótunum og það er það langt sem þú varst að hlaupa, sko. Já, þetta er innbyggt. Þetta er fótboltalið. Þetta er komið inn í eðlið. Vilt þið verið Snentirinn, gamli. Bakgrurinn. Bakgrurinn. Ég veit. Fann mér reyndar ekki með það, sko. Vörnin. Heyrðu, Bjarni, takk fyrir komuna, takk fyrir að kíkja á okkur. Ég vissum að þetta sé nú ekki seinasta skipti sem þú kemur í heimsókn til okkar. Nei, vonandi fæ ég að koma hérna aftur. Kannski kemur þú strax aftur, sjáum til. Ég vona nú að fara nú einhverja standi í þér aðeins. Hvað segirðu? Ég vona að fara nú einhverja standa aðeins í þér. Já. Þetta þarf að vera spennandi. Við hvernig ertu hræddastur í framhaldinu? Við hvernig ertu hræddastur í framhaldinu? Það er Rökkvi. Það er Rökkvi. Hann er out to get you. Mér steyla engin annar. Stór orð. Stór orð. Þetta er það sem við viljum heyra á streyminu. Herru, næsta event að byrja. Takk, Bjarni. Geggjaður. Geggjaður. Takk fyrir mig. Þetta. Búm. Herru, stelpunar eru byrjaðar í næsta eventi. Við skulum skipta aftur yfir á þær. Benz ætlar að hlaupa með þetta yfir Kolfinna hann út í enda, Victoria í hvíta bolnum, Glódís. Við sjáum framfrónina í æfingunni, stangirnar færast. Handkomin upp á Victoríu, Kolfinnu og Glódísi. Það eru taktískar í hlaupunum. Það hjálpar ekkert endilega að fara all out í fyrstu sprettina. Stöngin er 40 kg. Þetta er lyftur 60 kg fyrir innsang. Það eru komnar af, þetta er sem sagt 5 umferðir, 200 metra hjól, 6 snaps. Ég held að þyngdin hjá stelpunum er hvað? 45 kíló. Maður þetta double checka þetta. Bjarni sagðist alltaf góða touch and go alla leiðin í gegn. Sem er svakaleg nálgun og flott að eiga það inn í hlaupinu. Það var haldið hér í ágúst í Texas. Og hvað svo við? Og hlaup og snaranir, Running Isabel. Hann komið upp hjá Victoríu, hún er búinn með annarsettu við að hlaupi. Ég held hann að kalla hana Kristjánu en hún uppbyrjuð að snatcha. Glódís er mætt líka.
Og Glódís ætlar að touch go þessar things. Lítið mál, hún vill bara komast aftur í hlaupið. Mögulega hlaupa aðeins hægar í staðinn. Og það að borga sig hér. Hún komin, hún fremst í hípinu. Glódís kannski komin með svona 80 metra fórustu. Viktoría annan meginn í hvíta bolnum á brettinu. Kolfinna að klára round 2 líka. Kolfinna kemur Mjölni, hún datt inn á mótið eftir að það var einn sem skráði sig úr keppni. Hrikalega vel gert, hún bara fekk að vita þetta hvort það var ekki 50 dagurinn. Þannig að hún náði ekki mikið að undirbúa sig með einhverju svaka æfingatímabili, en hérna hún mætt og að leggja allt í þetta. Glódís og Viktoría eru að lenda á sama tíma á stönginu. Viktoría að hlaupa tölvöld hraðar en Glódís ætlar að touch and go í gegn maður. Mér líst mjög vel á það plan. Þetta svo getur lokaðunum að nelta á þenni í lokin. Nice. Við erum að tala að Glódís tölvöld fyrr á hjóli, en það spurning hvort hún ná henni. Þórunn og Kolfinna eru þokkalega jafnar hérna. Kolfinna þarf að muna ýta áfram hana og þær skila sér á hlaupabretti. Kolfinna og Þórunn eru hnífjafnar. Þetta þokkalega stutt vot, en það mjög léttilega hægt að sprengja sig, að taka svona miðlungsþunga stöng og negla á og hratt. Og Glódís hefur aukið hraðan í hlaupinu. Núna hún að fara að touch and go? Já, auðvitað, guys, ég ætla að færa aðeins myndavélina þannig við sáum þetta betur. Glódís heldur sem við að gera touch and go. Viktoría kemur fast á eftir. Glódís enga stund að klára þetta, sagði mig. Og við fyrir seinast umferðina. Viktoría klárar, Þórunn kemur á stöngina, Kolfinna hleypur á stöngina. Viktoría búinn. Glódís byrjuð á loka hlaupinu. Þórunn virðist líka vera að gefa aðeins í, spurning hvort hún sé komin svolítið fram úr Kolfinnu. Og Þórunn búinn, hún komin einu reppi á undan Kolfinnu. Þórunn fyrir seinast umferðina sína, Glódís að klára hlaupið í seinast umferð. Þarna, Kolfinna búinn. Herru, Glódís búinn. Hún ætlar að taka hana hít. Guys, sáum við touch and go-ið henni hjá henni. Koma Glódís!
Já, það er í gangi, easy touch and go alveg í gegn. Það verður gaman að sjá fólk toppa hennan tíma, að þá bara vera hraðara hlaup þegar allan ekki hraðara snatch. Og 8-0-2 Glódís heat winner. Hún er að klára, hún Viktoría tekur touch and go í lokin. Og Kolfinna og Þórunn eru, Viktoría var að klára 8:48. Þórunn peysaði þetta helvítið vel. Og Kolfinna er að negla á þetta líka. Og Þórunn klárar á 9:10. Þetta er sáttum með peysingu. Kolfinna að standa sig vel. Þetta er þungt snatch fyrir hana. Hún er að negla þetta vel. Ég væri til í að sjá hana lenda nær mjöðminni og ég sjá hana lenda á hana miðjulæri. Það er bara mér að kenna, endur hún að æfa hjá mér í mjölni, þannig að ég er að dissa mig sjálfan. Vel gerð Kolfinna, 9:42. Þetta virtist vera töluvert þægilegra mót heldur það sem var að klárast. Við erum að tala að þessi hópur var að peysa þetta þokkalega vel. Það var ekki ómikið að gretta sig eða neinn fail. Þetta var bara fallegt pace. Falleg rep. Næsta hol að rúlla inn. Guys, í chatinu, ég væri til að fá ykkur til að gíska á hver haldi stelpumegin sé að fara að taka þetta hérna í híti 2 og híti 3. Who is your money on? Herru, þá fáum við næsta ráðhóp inn á gól. Og við fáum á braut 5, Hólmfríði Katrínu. Á braut 4, Þóra Símarsdóttir. Á braut 3, Tinna Marín Sigurðardóttir. Á braut 2, Athena Eir Jónsdóttir. Og braut 1, Hrafnhildur Emilía Helgadóttir. Við bara notum þetta hér. Þetta er stubbur. Og þetta er bara svona forrit sem maður tekur við greiðslunum og þetta er íslensk startup. Stubb.is. Stubbur.is. Já, nei, stubb.is. Stöð. Þannig að þetta er með í stóri líka, við líka linkum það beint, sko. Og en ég veit ekki inn á stubb hvort þetta leita að þessu. Bara styrakasti. Prófa það. Ég veit að það er stubb. 1 mínúta. Þetta er óvissætt. Þannig, jú, ef að Dóri, það var í Lards að mótela. Ég bara farin heim, ég tek bara mækinn. Þetta verður extra Lards. 200 hlaup, 6 snarleik. Þannig að nýtum mig bara. Stöngin er 40 kg á stelpunum. Eða smól, jafnvel. Jæja. 30 sek í start. The Movement, doktor veit nákvæmlega hver að fara að vinna þessi.
Þetta er eins og á gólfvelli hérna, það er bara þögn, 10 sek í start. 10 sekund. Bíðum eftir countdowninu hérna 3, 2, 1 og go. Á þessum herði, það er ein út á gólfi í flottasta ból landsins þessa myndunar, nýju Sterakassbólurinn, fyrsta skipti sem við gerum merch. Það er spennandi að sjá hvað kemur fyrst á brettinu og hvort það velja að taka drop and go eða tengja liftuna saman í touch and go. What's up, bro? Já. Ríkistu dómarinn, hendur í komari. Komari upp í öllu, stelpun. Hólfið, kemur fyrsta, stelpun er góða. Bróðið góða, það er mismunandi, hvað er velja? Ja, hvað er það? Hólfið er komin í yfir 2, Þóra komin í yfir 2. Ákveðna, Hólfið, kynna kemur brettið. Alright guys, þetta rúlar áfram, allar þokkalega jafnar. Aftur í bak. En svo langt frá að vera saman í gerðara langt, í gerðara hratt. Hendur í komari. Hendur í björnum stelpur, tekið í fyrsta. Hólfið. Já! Væntanlega er okkar Sterakass kona fremst. Hera er líka byrjuð. Emilia er byrjuð og Tinna er byrjuð líka. Þetta er blússandi hraði á fólki hérna. Fólk er aðeins að spara sig, ekki taka touch and go, en það munar það þannig sig ekkert gríðarlega miklu. Heyrið ekki í mér örugglega. Þær eru á fleygiferð hérna stelpunar. Töluvert jafnar á hol en seinast. Við erum að sjá þær bara halda helvítu góðu peysi allar hérna. Og þetta er að fara að vera. Hólmfríður er með forystu. Hólmfríður og Aþena þokkalega jafnar. Svo var allar hendur að koma út. Þið eru 50 metrar eftir að vinna. Og Hólmfríður er fyrsta stönginni. Hólmfríður er að sýta, það verður ekki. Ég held með Hólmfríð, herri, hún er komin í touch and go, fuck it. En það er hún í helviti aerodynamic ból. Aþena er að negla á þetta. Og Þóra er að negla á þetta líka maður. Hún gerir touch and go hratt. Þið sjáuð hérna, þær voru að spara sig í byrjun. En núna eru þær alls ekki að spara sig. Það er verið að negla á þetta. Tinna byrjuð, Emilia byrjuð. Nú er bara að halda haug. Spurningin er þegar þú hendir í touch and go í miðju voti. Þetta var bara umferð 3, eiga 2 heil eftir. Spurning hvort það sé að fara að pay off eða hvort það sé að fara að hægast á leiðinu.
Hvernig vilja klára sína starfir fyrir brattið? Tvær umferðir eftir, það eru allir komnir, byrjar að hlaupa. Tímafækjar hálna, 5 mínútur á klukkunni. Og það er hún Hólmfríður sem er fyrst upp með hendina. Þóra svo og Athena. Þær þrjár eru hnífjafnamaður og þær eru þrjár að taka touch and go. Þetta er eiginlega bara hvor er grafari í að klára þetta. Hver er snöggur að skipta, snöggur á milli. Það fer tími í það. Hólmfríður og Þóra eru gjörsamlega að rífa þetta upp. Þóra er með töluvert lægra kontakt við stöngina sem er að grilla hana aðeins meira. Heyrðu, Hólmfríður gleymdi reppi. Þóra er komin einu á undan. Og það sem að Þóra er að gera vel er að hún er að hlaupa beint í hlaupið. Núna bara hvor vill að meira. Alveg hnífjafnar. Hver langar í heat win? Let's go. Tinna er að hjakkast í þessu. Snögg undir. Og Emil er líka byrjuð. Engin hendi komin upp í hlaupinu. Tinna fer í loka. Hendurnar eru komnar upp á nákvæmlega sama tíma. Hólmfríður og Þóra ætla að fucking berjast fyrir þessu sæti. Athena komin líka með hendurnar upp en hún er í 40, 30 og Þóra er búinn og Hólmfríður er búinn. Þetta er bara photo finish, guys. Oh shit, það dó sími. Djöfusins anskotans. Koma svo. Og Þóra rétt tekur þetta. Hólmfríður er að negla á þetta og Hólmfríður kemur í gegn líka. Og Athena rétt á eftir henni. Guð minn góður, Athena var nærri búin að ná henni. Hólmfríður hefur gefið allt í þetta. Mögulega gefið aðeins og snemma í. Þar sem hún tapaði rétt svo fórustunni. Hrikalega við getum að Þóra hafa klárað þetta. Tinna er á fleygiferð. Hún hefði nú mátt bara fara aðeins fyrr af stað líka með endasprettin. Nei. Hún stoppar aðeins. 3. Og hún klárar. Tinna klárar. 7.58. Fjórða sætið er hraðari en fyrsta sætið í heat 3. Emil er mætt að negla á þetta. Því miður, guys, Action Man datt úr sambandi. Emil er að fara að klára hennar rétt svo. Komið 4, komið 5 og hún klárar fallega. 6 komið, 8.37. Hún ristir aðeins hausinn, smá ósátt með þetta greinilega. En þetta voru fallið snatch í lokin sem þú vilt ekki sjá. Þú vilt sjá þig ljót og þreytt og alvöru kreista í gegn. Guys, ég held að reyna að fara í að græða þetta. Af hverju er Böddi að taka svona mikið pláss? Guð minn góður. Út af því að Böddi er host. Svona, ég get gert það svona. Prófum þetta svona. Herru, ég ætla að fara að finna aðra myndaðar. Læstu símum sér það? Nei, þetta er bachelor. Það er ekki? Ég veit það ekki. Já, great. Ég er með þessu tæki. Sett í heslu. Og hann hefði nú getað verið í heslu hér. Já. Hvað er... Herru. Ok. Með læstu tæki, en USB-C. Gefðu mér...
Heyrðu, þá eru stelpunar í þriðja og seinasta rannsóknum klárar hérna. Við tefum þær fyrir inn á braut 5. Andrea Ingibjörg Orradóttir. Tilbúin, ég ætla að pissa. Við erum hérna að tengja aftur síma. Andrea á braut 5. Steinun hægt, segja stelpunar. Oh shit. Heyrðu. Nei, Steinun out, segir hún. Við erum að fara að heyra að Steinun búin að draga svo leik. Sem mjög leiðilega fréttir. Það alveg ömurlegt. Vonandi, hún náttúrulega búin að vera smá tap í bakinu. Vonandi í lagi með hana. Ég reyndar að var í baksviss og fyrir aftan og hún var að labbandi á Assault Runner. En lítur að fengi eitthvað með baki allir að giska á. Hún búin að vera smá tæp. En þær eru mættar 3 út á gól. Nei, fyrir ekki 4. Þetta Lydia lengst til vinstri, Elín, Guðbjörg og Andrea. Þær eru mættar. Þetta verður áhugavert að sjá. Og þess að við erum að bæta við. Yes, Steinun has withdrawn from the competition. We're working on getting the other camera up and running again. It was out of battery. It's being charged now. Jón Ingi is on it. Our great technician. We want to give him a great shout out. He's doing a wonderful job. Here we go. Perfect. 1 minute until we go again. Fyrir myndalina. Gylfur. Þannig að Max verið svo hægt. Já. 30 seconds. We'll do this heat in English since we have an international audience here. We got 10 seconds until the legs are starting. Go Björk! And they are off. Let's see how this goes. 200-meter run into 6 snatches with 40 kilograms. 5 good rounds. Gucci is going at a fast pace here. She's gonna go off with a bang here. She did win the first event, which was Assault Runner, row, and more Assault Runner. So she's doing pretty good here. Hand up for Gucci. No hand up yet. Yeah, Elin's hand is up as well. Gucci off the Assault Runner. She goes into the series. If I know her right, she's going to be touching going this, and she's going fast. Nice lockout. Elin hot on her heels. Andrea also, Lydia as well. Everyone off. Gucci moves her bar over and is back on the Assault Runner, going at it, pushing herself off. Elin done with the snatches. Andrea done with the snatches, moving the bar, and Lydia. Gucci is setting a really good pace here. Let's see if she can hold on. Let me see, let me try and fix the broadcast I see.
And Gucci is off. Elin, his hand is up. 40 meters to go, 30. Gucci keeps on touching, going. There we go. Wow, she's keeping a really good pace here, Gucci. She's on to the third round of the running. Elin is a good almost 20 seconds behind her until she's starting the run. And Lydia is keeping a close third. Gucci looks like she's keeping a good pace here still. I feel like Lydia is picking up the pace as well. Hand is up 30 more meters, 20 more meters for Gucci. Ég fer og við erum komin yfir á ensku. That's just the way it is, pretty boy. We got an international audience over here. Fuck. Hvað að negla á það, maður? Touch and go, baby. Yeah, she's easy peasy, man. Good lead going on right here. She's finished her 6 snatches, and Elin and Lydia are on their snatches. Lydia is ahead of Elin. Like I was saying, she has been picking up the pace. Started off a little bit slower, but the touch and go snatching is looking a little bit difficult. There we go. She's got it though. Neck and neck, Elin and Lydia. Gucci with a good lead going on here. Andrea is finishing up. Just a few seconds, 5 or 6 seconds behind them. Let's see if she's saving up some gas here. Hand is up for Gucci, 50 more meters. Gucci er að pakka þessu saman. Lydia er líka að negla á þetta, maður. Hún er með helvitið þröngt grip á stönginni og er að þurfa að pressa henni aðeins upp stundum. En samt helvitið snögg. Mjög sterk. Elin er mætt. Elin með hraðara cycle rate en Lydia er að pusha pace í hlaupinu. Sjáum hvað gerist í loka sprettum. Gucci virðist alls ekki að ætla að fara eitthvað að hægja á sig núna. Komið góða förustu. Andrea og Elin eru hnífjafnar. Elin er að byrja á undan og er komið örugglega 50 metrum undan. Og Gucci er mætt. Hún er að negla á þetta. Must finish the heat score. Ég held að það sé auðvitað hraðast í tíminn en þetta er Gucci alveg geggjur. Easy win for Gucci. Sjáum hvort að Lydia nær að halda í þetta núna. Já. 30 metrar í Elinu. Lydia er að negla á þetta. Svona á þetta lúka. Erfitt. Búm. Leifir þið. Núna eitt enn.
Hún klárar, stígur yfir. Þetta var vont, maður sér á svipnum á henni. Hún var pushingið þarna. Mjög öflug, byrjaði ekki á hratt og náði að bæta aðeins í hraðan. Elín klárar 7.05. Andrea að klára sömuleiðis 7.10. Mjög öflugt. Fáum Guggu hérna í smá viðtal. Helvíti jafnt hjá þeim. Þetta fólk að koma og trufla og sækja bóli. Gekja. Fáum Guggu hérna yfir í smá viðtal. Tjekkum á þessu. Annað eventvinn í dag á Guggu. 2 for 3 í dag. Við erum bara að fá sama fólki í viðtal, sko. Og sama fólki að vinna þetta. Hérna erum við erum mættir. Gæs, ég minni á þeir sem að vilja eignast styrrakast, merch, ból. Þeir eru nánast allir farnir. Það er bara til í 3 stærðum. Gugga er hérna að run, don't walk. Taka mynd með fjölskyldunum sinni, ég held að afinn er mættur og pappinn er mættur. Þetta er falleg mynd að taka í gangi hérna. Er ekki allir í stuði á chatinu, ha? Get ég fengið smá stemmar í chati, guys? Eldumoji, má ég sjá. Ég fara bara alveg upp að en þessi hér. Í fyrsta rásöfum Rödd 6 er Helgi Tómas Helgason. Helgi, gjör svo vel. Gekkja, Guggar að klára hérna að tala. Eru byrjaðir að mæta inn á strákanir. Þeir eru að fara að henda í alveg eins. Nema að þeir eru með 60 kíló minni mig hérna í snatsinu. Snakkur. Já, aftur 5 umferðir, 200 metrar hlaup, 6 næst eru Gugga er að mæta aftur til okkar, við ætlum að skipta yfir hérna. Og svo er það Gamli, Stjáni Gínason. Þú mátt setja... Nei. Þú mátt setja headphone á þig, þá heyrir við betur í þér og svona. Gekkja. Það er að tala hátt því að við heyrum... Svona. Við heyrum ekki, það er að tala hátt. Já. Gekk. Ég heyri bara. Já. Þú heyrir bara. Þið segir bara ha og þá svarar ég herra. Gekkja, herri, annað eventvinn í dag. Þetta er ekki flókið. Þetta er ekki flókið, bara vinna. Þú bara vinna. Þú ert sátt með Assault Runnerinn. Er hann vinnuðinn? Já, hann er farin að verða vinnu minn, sko. Ég held að mér þætti betra að hlaupa bara úti. En hann er búinn að reynast mér vel allavega í þessari keppni. Bara mjög vel. Vinn á Assault Runner, þannig að það er gott. Kennst þú að það var að vinna þessi 2 event og vann hérna morgun, eða? Já, ég er búinn að vera að manifesta að vinna í öllum eventunum. Það er rétt. Þú sagði það ekki í byrjun, eða? Þetta er einnig rétt að það er. Jú, eftir fyrsta þá sagði ég ætlaði bara að koma eftir hvert einasta, en svo lenti ég í 3. þannig í 2. En við tölum ekki um það. Nei. Grafið og gleymt. Já, það er svo langt síðan. Það er svo langt síðan, sko. Hérna, touch and go allan tíman, ekkert mál. Nei, það er ekkert mál. Og það er gameplanið? Já. Varstu að spyrja hvað var gameplanið eða var það gameplanið? Já, það var gameplanið að gera touch and go. Ég ætlaði að reyna meira snake snatch, þú veist að snake undir. Ég held að ég hafi náði í fyrstu umferðinni. Svo vissi ég myndi ekki geta haldið í ekki 40 kílóum. Nákvæmlega. Hvernig var recoveryð eftir Assault Bike, votu og allt þannig? Það var alveg erfitt, en ég var samt alveg fljót að ná mér. Ég er venjulega mjög fljót að ná mér. Ég bara labbaði strax aðeins fækki strax kolvetni. Fór til bíl, chillaði aðeins og svo hittaði ég bara rétt fyrir þetta. Nei, varstu að hlusta á hann út í bíl eða? Nei, ekki núna. Bara manifesta? Bara manifesta, já. Geðveikt. Tala planið. Hvað er recovery protokollið núna? Sko, ég ætla að reyna að borða. Núna er dagurinn búinn og það er aðeins minna stress. Þá ætti ég geta að borða pínu. Það er svolítið erfitt þegar maður er stressaður. Þannig að reyna að fá mér eitthvað að borða. Það sem er eitthvað opið. Serrano, er það ekki? Serrano, já. Þessi thailandskan burrito. Já. Barbecue burrito. Og svo bara sofa
Sofa Þangað til að ég hita bara upp í heita pottinum í fyrramálið. Shit. Þetta er náttúrulega smá, þetta er alveg hags fyrir þig, þú náttúrulega heim í Hveragerði. Já. Þetta er mjög, þú ert ekki að taka einhverja bílferð og öll stífna öll upp á leiðinni. Nei, ég náttúrulega gerir það fyrir öll hinmótin. Já, það er rétt. Það eru fucking finally. Já. Shit, loksins. Og þá líka, ég þarf að keyra heim í kvöld, en fæ að sofa eins lengur, en það getur að fara beint heim og... Ok. En ég er svo sátt við þetta heim í Hveragerði, sko. Þetta er líka fallegasta sundlaug á landinu. Ok, geðveikt. Þetta verður ógeðslega gaman. Ég er mjög sáttur að loksins aftur sundevent. Maður er búinn að vera að bíða eftir því lengi. Já, þú veist, já. Ég held að ég sé ágætt í sundi og þannig að ég er alltaf vonast eftir sundi þegar ég er svo fegin að loksins kom það. Mér finnst það alltaf sjaldan í kemni. Það var oftar. Þetta verður alveg sundvót á morgun. Við hlökkum til að fylgjast með þér. Takk fyrir þetta viðtal, Gucci. Og bara vonandi annað á morgun. Já. Another one. Takk hérlega. Gægja, takk hérlega fyrir. Bye. Steinin var ekki með? Já, það var smá leiðilegt. Það byrjaði að lampa þessu í staðan, já. Ég er ekki svo sjálflega. En ég var bara bakkið það. Ég held bara að það er komur ekki, ég held bara að það var pressa. En það var bara svo ótrúlegt. Ég veit ekki hvað það var rætt, en það var ekki talað að lampa því. Eða virtist það. Menn eru að negla á það. Hérna hjá strákunum líka. Það eru allir að taka touch and go. Það virðist ekki vera annað option en hjá mönnum. Jæja. Þeir eru að rúlla í umferð númer 3 allir, byrja að hlaupa. Þokkalega já, Böddi er seinastur að byrja að hlaupa. Thank you, Movement Doctor. You are clearly also doing a great job with Gucci, so thank you. Guys, erum við ekki að elska að fá eina myndavélina á fleygiferðina? Bensacam er á fleygiferð. Ef þið viljið sjá spes af einhverjum, senda inn á chatið og við náum alls ekki að skila til okkar manns á myndavélina. Hann er langt frá okkur. Gekja, Stefán er kominn að stað í snatsið. Jón Þorri byrjaði líka. Kristinn skeggja mann. Hann er að taka singla, hann er kominn í singlana. En hann er nánast að taka þetta sko clean grip. Já, þetta er þétt grip hjá honum. Böddi í snatsinu í singlunum. Svanur í singlunum líka. Jón Þorri líka. Sjáum hans hvað gerist. Tómas byrjar og Svanur líka. Við sáum hans eins og með loka hitti hjá stelpunum að það náði Lydia Elínu sem að fór mögulega aðeins á hratt, en við sjáum hvort það sé hérna hvort einhverju fara núna að gefa aðeins í sem eru kannski búin að vera að spara sitt. Sjáum hvernig þetta gengur hérna hjá strákunum okkar. Hver verður fyrstur af núna í 4. lotuna? Mér finnst líklegt að Stefán sé að halda góðu peysi hérna. Já, hann er fyrstur upp með höndina 50 metrar eftir Stefáni. Þetta er alvöru crossfitari, búinn að vera að æfa hérna í mörg ár. Þetta er reynslubolti dauðans. Hann er hérna mættur í einhver svona OG crossfit-fötum sem hann fékk á CrossFit Games. Þessi maður pódiumaði held ég 2019 í mastersflokki, 35+, eitthvað svoleiðis. Þessi maður er vél. Hann kann að sækla stönginni. Þessi maður ætlar ekki að sleppa þessari stöng. Touch and go, öll fucking 6 stykkin. Geggjaðir á því, beint yfir, skokka tilbaka, 5. roundi coming up. Kristinn líka góður í singlunum. Skítlétt fyrir mannin.
Jón Þór kominn, hann aðeins undan Kristínu. Böddi kominn á hjólinu. Hlaupinu minni ég. Svanur í snatsinu líka í singlunum. Böddi kominn í tvista. Böddi leysar fókus á klukkuna á einhver ástöðu. Ég veit ekki á hverju. Núna þarf menn að hlaupa. Stefán kominn upp með höndina, 40 metrar eftir hjá honum. Klukkan að nálgast hérna 6 mínútur með þetta vott. Sjáum hann hérna touch and go inn eftir smá. Ég vil sjá hann klára þetta með stæl. Hann stekkur af vélinni. Let's go. Fá að sjá 6 touch and go. Kom og svo. Já, þetta skítlétt. Jón Þór mættur. Kristinn líka. Jón Þór líka touch and go að þetta. Sjöfis vélmaður. Stefán búinn. Tíma 6:26. 6:26. Jón Þór að klára þetta. Eitt rep stekkur yfir 6:36. Og Kristinn búinn að 6:39. Svanur hérna fyrir aftan stöngina, við sjáum hann ekki alveg, hann að klára líka hérna, hann líklegast undir 7 mínútum. Böddi tekur sprettinn. Nei, fyrir ekki, hann tekur ekki sprettinn, hann röltir hérna yfir. Herðir beltið. Touch and go, Böddi! Sjáum hann touch and go að þetta, koma. Viljum sjá hann klára þetta. Já. Gekkjar, hann fylgist með klukkunni. Hann klárar þetta. 3 stykki komin í hús. Böddi setur niður. Og 1 enn. Og hann búinn. 7:17 á Böddi okkar. Öflugur. Fólk að peppa þetta. Stefán Helgi búinn að vera með hægumsæðingar í grunni Reykjavík. Svona síðast manni að hjálpa honum í dag í hlaupinu. Og snúðinni. Hann gerði það. Við fyrir bara beint í næsta hóp. Ég minna að þið getið séð lifandi sport. Hvað tölum við? Við vorum að tala að Stefán kláraði á 6:27 held ég að sjá. Stefán 6:27, það skrifir þetta hjá okkur, setja inn í chati. Stefán 6:27 time to fucking beat. Ég að bulla? Okkur fyrstur á góðið á 70 Brynjar Ari Magnússon, Brynjar Ari. Extra large. Ég búinn að svona efst extra large tengislega. He's like the biggest, the largest. Thank you. Ég sé hann laka til. Wear it with pride. Var stakki hann? Líka Brynjar Ari, Snorri Sigurðsson. Snorri, velkomin Snorri. Hvernig kemur triple XL? Eggert hérna í stúkunni, hann vill fá triple XL. Það ástæðan okkur, hann ekki búinn að kaupa bólinn. Það ekki til náttúrulega stór ból fyrir mannin. Þetta saman reyða. Svo Arngrímur Arngrímsson á braut 3. Arngrímur kominn inn á Brynjar, Snorri, Arngrímur. Og Bergsveinn Bergmundsson. Nei, Bergsveinn Ás Hafleðsson. Ég veit ekki að það er Bergsveinsson. Svona glugginn. Bergsveinn, Sigurður, Arngrímur, Ægir, Snorri og Brynjar Ari. 1 mínúta. Ég held að Ægir sé mjög sterkur í þessu voti hérna. We will see, won't we? We will see, we will see. Snorri mættur á brautina. Þetta hefur bara verið gripi, gjörsamlega rifi í tætlur. Það verður áhugavert að sjá hvort það hafi áhrif á snatsi sem er alveg töluvert grip. Það er bara aðalega hvar í lófanum rifan átti sér stað. Er hann vel teipar? Ég sé það ekki alveg nátt akkurat á Sjá súluna. Bjögga samt. Getum við fengið Bjögga að taka eitt vottið það?
Ægir hana, flottur. Við erum með manna á vellinum. Það eru 10 sekúndur að færa sig. Tilbúinir. 3, 2, 1, byrja. Hanna. Takið eftir að menn halla sér vel fram þegar þeir byrja að hlaupa til þess að koma brettun á stað og spyrna því gjörsamlega í gang þessu bretti. Fáum aðeins að sjá hvort að það helst hönd í hönd þeir sem voru góður að hlaupa í fyrsta mótinu og þeir sem eru að fara að taka þetta event. Ég er ekki alveg viss en það getur ekki enn að hjálpa að vera góður að hlaupa í þessu móti. Bergsveinn fyrstur af kominn í snatsið. Hann er að touch and goa þetta Bergsveinn. Eftir honum Sigurður. Snorri touch and goar, Ægir, nei, Snorri tekur singla, Ægir touch and goar. Brynjar er að rífa þetta upp en það verður mikið olímpískum lyftingum en þetta er ekki neitt fyrir hann. Fyrstur tilbaka var Bergsveinn. Ég sé henni ekki, hattar bara mikið eftir hérna. Eins og við erum svo búin að sjá í gegnum öll hítin er að það er alls ekki gefið að maðurinn sem er fyrstur að klára fyrsta settið er að skila því alveg í gegn. Það var ekki nema Gucci. Annars voru alltaf að sjá smá shake-up eftir round 3. Það er líka round 4 og 5 þar sem þú verður að geta átt smá boost til þess að halda haus. Nennið þið er lagið fyrr bara? Já, ég er að segja, við ekki fara að kvíla þetta. Allt vortan basically. Það er skrifstofu og við erum hægnaði út í kvíla. Það er ég tengi það sem ég var að koma að bóli. Eins og það kannast þess að fólk gerði þetta að teki ból. Þeir eru líka komið. Hvernig er komið með? Mækarnir eru á. Sjáumst maður, já. Ingimar er að kvarta undan stöðunni á myndavélinni. Við skulum hækka hana aðeins fyrir því, kallið minn. Annars eru þeir að vinna sér náttúrulega í áttina að þessu loka snatsi þarna, þannig þeir eru að koma nær og nær okkur. Bergsveinn er fyrstur tilbaka, byrjar án 3, hann lúkar vel. Maðurinn lúkar vel. Hann á 105 maxi snatch. Og ég veit að það eru fleiri út á þessu gólu sem er tölvöld meira en hann, en hann er með hjarta úr gjörsamlega stáli. En það eru allir að koma spólgraðir á eftir honum. Heyrðu, þeir eru að klára á sama tíma, Arngrímur og Bergsveinn. Og Arngrímur er aðeins og undan að byrja að hlaupa. En það er þetta hverjir klára þetta, round 4 og 5 skiptir langmestu máli. Snorri, Brynjar, Ægir, þeir eru að byrja á cirka bara sama tíma. Brynjar seinastur, Ægir og Snorri á sama tíma. Siggi er að byrja núna. Það virðist vera að Arngrímur og Bergsveinn séu að fara að berjast upp á þetta, en það getur allt gert í þessum loka. Bergsveinn þurft að brjóta upp í roundi 3. Hönd upp hjá Arngrími, hann er komin aðeins á undan Bergsveinn, nei býtum Bergsveinn líka höndin uppi, sorry. Og hann stekkur af, hann er 10 metrum á eftir honum, Ásgrímur. En hann er fljótari að snatcha. Bergsveinn er komin í singlana.
Ásgrímur kominn, hann touch and go þetta kvikindi. Þetta ekki flókið fyrir manninn, djöfisins power í honum. Hann með snögga singla maðurinn, enn. Ásgrímur, hann að keyra á þetta. Núna þetta bara hver getur orðið ógeðslegastur og klára þetta. Arngrímur og Bergsveinn eru gjörsamlega kúkt. En það ekkert eftir. Brynjar og Snorri og Ægir nýjafnir og Brynjar. Ægir að labba og verður að hlaupa. Metranir að brettinu eru hluta af æfingunni. Siggi öflugur. 6:28 time to beat. Klukkan 5:40 akkurat núna og fyrsta hönd komur upp 50 metrar eftir. Arngrímur að komast aðeins leið. Þeir eru nýfjafnir. Bergsveinn kominn að. Þeir eru fucking nýfjafnir. Núna þurfa menn að touch and goa. Núna þurfa menn að fucking touch and goa. Bara loka önum. Harna! Shit! Þetta fucking bara. Þetta Bergsveinn aðeins á undan. Þetta photo fucking finish. Þetta nei, býtu. Hann heyrir aðeins á sér. Eitt rep. Shit, Bergsveinn aðeins of hægur. En ógeðslega þeir klára undir 6:20, ég held þessi 6:17 Arngrímur, 6:18 Bergsveinn. Ægir að klára hérna. Þetta hátt páisnat hjá honum, hann að negla á þetta. Og Ægir klárar rétt svo á undan Brynjari. Og Snorri kominn yfir. Sigurður hérna eftir, að klára þetta á singlunum. Svakaleg frammistaða, Siggi að reyna að klára. Hann á ekkert eftir. Og það alltaf flott að fá góðar ábendingar í chati sem við getum gert betur, guys. Ef þið sjáuð eitthvað, þá bara skjóta á okkur og við reynum að... Þetta fyrir fólkið. Þetta fyrir fólkið. Gekja, alvöru hít í gangi þetta. Djöfusins stuð, djöfusins stemmari var þetta. Þetta var svakalegt, svona viljum við sjá þetta. Það smá bandir hérna. Við tökum bara alltaf að loka, en það reyndar að orðið byrjandi að taka þetta benna, sko. Viljum fá einhvern bara random í þessu? Við löpum á milli eftir loka eventi og reynum að spjalla við nokkur sem ekki fannig. Það gott, eins og ég gæði bara. Þetta var svakalegt. Ég ætla að leiðrétta eitt. Bergsveinn á 111 kíló. Þetta var svakalegt. Þetta var svakalegt, maður. Gaman að sjá menn hérna hnífjafna. Þetta það sem við erum að borga fyrir. Þetta hérna, þetta var rándýrt livestream en við ætlum að fá að bæta aðeins í þetta, við ætlum að fá inn, já, greiða ból fyrir hana. Við ætlum að gera þetta þetta livestream en þá dýrara, þetta svo. Anna Haraldur Hólgeirs ætlar að joina okkur í að kommentera á þetta hérna seinasta heat hjá okkur í dag. Við erum að tala að þú ert með rándýrt veðmál við hann Eggert. Já, heldur betur. Hvernig þetta veðmál? Sko, veðmál mjög simpul. Hann hélt fyrst að fólk væri 8:30 svo úti. Hann lét hann aðeins heyra það. En við erum komin á þá niðurstöðu að ef einhver undir 5:30 fæ ég 5.000 skall. Ef engir undir 5:30 þá gef ég Eggert 5.000 skall. Og peningur út í bíl, þannig að þetta já, við sjáum hvað gerist næstu 6 mínútur. Við sjáum, þetta skjálfest. Við munum hérna livestreama það, hver þarf að gera það, hverjum 5.000 skall. Þetta verður mjög spennandi, hver verður undir 5:30. Ég held að hann Bjarni svolítið svona sigurstar og gleðistur hérna, hann búinn að vinna eitt hlaupa-event. Hann hatar ekki hlaupamaðurinn. Sjáum hvað þetta bakið næra að halda út. Já, það einmitt svona aðalatriði. Ef hann touch and goar þá heldur þessi mjög doable. Ef hann gerir
singles þá þetta eiginlega ekki hægt. Já, það er hættulegt. En það aldrei vitað Rökkvi gæti líka, bjargaðir. Já, hann var eitthvað að væla, hann var komið hita og slef eitthvað. Þannig að hann eitthvað smá soft. Við sjáum til, þetta verður spennandi. Þeir eru að fara inn að stað, strákanir 3, 2, 1 og þeir eru komnir af stað. Sjáum peysi hérna á þeim. Já, allir að negla vel á stað. Það ættu að vera svona 45 sekúndur með fyrsta hlaupið. Þetta verður mjög spennandi. 200 góðir metrar sem strákanir eru að taka. 60 kíló snats. Finnst létt fyrir þessa menn. Það sem svona, ef við horfum á heat 1 og 2, þá eru flestir að byrja á svona mínútu pace og enda sig kannski á 1:30, 1:40 pace. Þannig ég held að svona aðalmáli sé að ekki sprengja sig alveg í fyrstu umferðinni. Bjarni af á 40 sekúndum. Hleypur í snatsi og byrjar að touch and go að það kveikindi. Eggert er strax á stressaður, ég sé það hérna hliðan á mér. Strax það sem að Haraldur vill sjá hérna. Ok, hann er nákvæmlega mínútu með fyrstu umferð sem er akkur sem við viljum sjá. Maður sér að Eggert byrjar að svitna. Það er spurning hvort að transitioninn munu bjargonum hérna. Menninni þurfa alltaf að vera að færa þessa stöng. Það bætir alltaf aðeins svona tíman hjá þeim. Aldrei viti nema Bjarni krass og börni líka. Sjáum hvað gerist hérna. Baki fyrir að stífnu upp. Sjáum hvort að höndin fari að koma upp hérna. Höndin komin upp hjá Bjarna. Bjarni kominn af á 1:55. Beint í snatsið. Búm. Linur Linarsson líka komið snatsið. Það verður að tala að við erum að missa einum með öflum. Linur Linarsson jafn við Bjarna. Ok, þetta er akkur sem við viljum fá. Það var smá samkeppni til að pústa Bjarna aðeins áfram. Þeir eru öflugir fótboltastrákanir í svona mótum. Þeir elska að fá aðeins að hlaupa. Ég vona að Linni taki þetta. Við erum eiginlega alveg komin óvænt til að fá Bjarna inn í viðtal. Komin óvænt til að fá Bjarna í viðtal. Sko, með pace sem er á núna, þá er svona 5:35, 5:40 cirka bát. Þannig ég er svona smá að... Varstu stressaður? Já. Já, þetta er transitionið, það er dýrst hérna. Báðar hendurnar komur upp á Lina og Bjarna. Lini er aðeins hraðar á stönginni, ég sé það. En Bjarni virðist náum alltaf á transition í hlaupinu. Bjarni ætlar ekki að gefa færi á sig. Báðir komið 3 rep. Alvöru fast cycle rate hjá Lina. Lini nær hún aftur á stönginni. Ef þið horfið á Gunnar Malmqvist akkurat núna, þá er hann að muscle snatcha þessu. Þetta er insane cycle rate á manninum. Hann er undir 7 sekúndur með snatchið eða eitthvað. Eggert byrjar að trasstolka að segist þessi ólíkt að þeir ná að komast undir 6. Já, við síðast ég búin að tapa þessu penning, en... Það er 4 mínútur komnar og þeir eru ekki byrjaðar á snatchin í 4. umferð. Það er kraftaverk til að ná þessu. Starffræðinni kannski bara búin að segja eitthvað. Já, ég held að ég sé hlaupið núna. Þeir eru bara þungafætur. Þeir eru komin svona 14 pace. Það má ekki gleyma að okkar maður sko með vökva hérna í hnénu eftir gærdaginn. Já, það er rosalegt. Hann er einhvern svona... Já, hann er með einhvern svona compression í kringu hnéð. Þetta er maður sem hefur búin að keppa oft. Þetta er svona, þessi handboltagæðir er ekki bara einu sinni í viku að keppa. Þeir eru mættir í snatsið.
Lini aðeins undan honum, hann verður að taka þetta, ég nenni ekki að fara Bjarni aftur í viðtal. Eins og segja, Lini aðeins hraður í snatsinu, en Bjarni virðist svona álægt hlaupin. Það spurningin síðast upp fyrir hvort Bjarni getur gefið ennþá meira. Eða hvort það sé ómikið spil á milli þeirra. Fun fact, þá vann Lini Linarsson Björgvin Karl Guðmundsson í Open Workout 24,1 sem var burpee og dumbbell snatch-vot. Já, 24,9. Það er legendary dæmi. Það er ekki margir sem hafa tekið first place finish á Íslandi af Björga í Open Workouti. Þarna penningurinn farinn. Æja, Eggert Gargarina, hvaða klukkan hún var að slá 5:30 akkurat núna. Æja. Það sé höndin upp komið Lina og höndin upp Betta komin upp. Þetta verður svakalegir endursprettur. 6 snats. Lini kominn af, þeir spretta, Bjarni er aðeins á eftir honum, Lini byrjaður. 3 eftir. Er Lina að fara að taka þetta? 5, Lina. Þetta er fáránlega þétt. Hann klárar stökkur yfir. Hann vinnur hann á 1 fucking sekundu. Rökkvi í 3. Gunnar er rosalegur. Klárar í 4. hérna, stekkur yfir. Vietma held ég hafi komist aðeins undan honum. Mér sýnist að Gunnar hafi verið í 5. hérna. En mannstu tímana úr hítið 2? Ég er ekki viss hvort það er unnið Minnir man einhver tíman á seinna mótinu, eða seinna hítinu. Má sjá. Við erum að tala Við ætlum að fá Lina hérna beint í chatið. Þökkum Haraldi Holgers fyrir aðstofana. Því miður var hann að tapa smá pening, en all fun and games. Sitt Lini er líka eini maður sem stendur inn í lappirnar. Hann er með kassan úti. Hann er ekkert að grínast hérna. Þetta er alvöru frammistaða. Kækja, við ætlum að stela honum, já. Hann er að fara. Rikard, það er stólið. Það verður að sækja Lina. Fáum aðeins að heyra hvað Akureyringurinn hefur að segja hérna við okkur. Við ætlum að reyna eins og við getum að vera síðan á morgun með ykkur í Hveragerði. Það verður veistla. Við ætlum að vera slakir í pottinum að fylgjast með grænar. Þetta er allt saman vassselt. Já, mér sýnist rétt sér á Ingimar. Það eru flestir bara búin að vera aðeins að spara axlinar. Það harfistar axlir í sundinu. Hvar er Lini? Hvar er Lini? Já, Alright, okkar maður er að mæta. Herru, spurningar. Ef þið hafið einhverja góða spurningu fyrir Lina, þá með henda þið á okkur núna.
Even if you're just dancing in the dark. Ingimar, ertu þarna? Var Action Cam í lagi í kvöld? Komið með komment á Action Cam. Ykkar brutal review. Var þetta í lagi? Nei, ekki hérna Lini. Var mikið lag? Guys, Ásgeir vann, ekki Lini. Ha? Voru í 2? Já. Það twist. We made a huge mistake. En Lini ekki komin hvað sem við þurfum að finna Ásgeir fyrir að ná með hann. Þannig að Bergsveinn var hálfri sekundu frá þessu. Þá lítur hann að vera í öðru seti. Eru kommentin ekki að synkast eða? Jú, kommentin að synkast en þeir dett inn Veitu, ég ekki að fá kommentin inn á stream. Það eru hér núna. Já. Ok, það er geðvægt. Það er gott að heyra. Það er allir farnir. Það er að fara dett inn smá viðtöl. Arngrímur. Vann Arngrímur? Nei. Ásgeir var á lane 6. Ásgeir Arngrímur. Nei, Arngrímur menna ég. Arngrímur. Ásgeir, Arngrímur. Hvað er þetta? Þetta er hérna hér. Svo við séum með that beautiful face. Já. Hvað er það? Hvort er þetta svona góður að hlaupa eða góður að snatcha? Ég held að það sé bara bæði. Það er gott svona gruntwork. Nice. Þetta er náttúrulega stutsinni voru að taka assault bike og sprett og svoleiðis. Þetta er svona þokkalegt sprettvot. Varstu ekkert að finna fyrir því núna? Ég skeit náttúrulega í hinu hóttinu. Þetta var pínu svona damage control sko. Þannig að maður var pínu reiður. Varstu ekki beint búinn að spara þig samt í hinu? Nei, samt ekki. Ég var bara, gekk bara illa. Bara barma svolítið, gekk ekki nógu vel. Var bara þreyttur eftir hjólið og kom meira svolítið sýra í því voti sko. Varstu búinn að testa á voti áður eða? Ekki neitt sko. Ertu búinn að testa eitthvað vot? Nei. Ég var náttúrulega í 20. sæti. Fuck! Og ég datt bara inn sko. Það er svoleiðis. Já, þannig að ég var ekkert búinn að pæla eitthvað þannig í þessu. Það var bara að láta mig vita að það voru 2 gaurar sem duttu út og ég var bara komin inn. Þú varst að mæta með læti og kallinn er að taka first place. Það er alvarlegt. Ég er bara mættur sko. Ég fíla það. Þú ert svona in-house maður sko. Þú vilt hafa strákana við hliðina á þér. Já, mér finnst gott að fá smá pús sko. Þannig að það gerði það mikið fyrir mig hérna Svanur, ekki? Jú. Nei, er það Bergsveinn hérna? Þið voru að fylgjast með okkur öðrum. Það var geðveikt. Það var kannski þægilegra fyrir því að vera að fylgjast með honum aftari maðurinn og koma svo í sprettinn. Já, ég sá að hann var að brjóta upp snatsið og ég sagði bara ég er bara full on, bara go retard sko. Full retard. Ég sá þig augunum á þér, það var hungur í að vera hann í fyrsta sæti. Þetta var bara svona, þú varst fókust að negla á þetta. Þetta var, þú varst ekki þreytt, þú varst bara geðveikt fókust, ég var fílað. Já, ég sá ekki neitt. Það er bara full on go go sko. Það er geðveikt sko, þegar menn koma að segja þetta. Hvenær fékkstu að vita að væri að fara að keppa á þessu móti? Það var þegar aldurslokarnir voru að gera. Þannig að það eru 2 vikur. Náður að æfa mikið, sem 2. Þú náttúrulega ert ekki bara að breyta mikið á 2 vikum sko. Það var lítið sko. Þú testaði ekki eins og mótin sko? Nei, ekki neitt sko. Ég hugsaði bara úþarri. Ég hugsaði bara fuck it. Og fór ekki með neina væntingar og já. Næs, hvernig ertu að æfa hérna svona reglulega? Ég er með 2 börn og svona og fulla vinnu sko. Þannig að ég hefi bara klukkutíma á dag sko. Tek bara hádegisæfingar og svoleiðis í hérna Krossi Suðurnes og svona. Hvað þú búinn að vera að keppa hans í Strongman? Þú tók Strongman keppni dag, eða hvað? Ég hef tekið nokkrar. Nokkrar, Ég tók hann nýliðan 2 hjá Tómasi. Bara öðru sæti og svo vann ég árið eftir. Hella. Þannig að já, svo hef ég tekið þátt í litlum keppnum, hef ég tekið þátt í sterkasta maður Íslands, þannig að -105. Þetta er allt í -105 flokkum. Og var ég 4. sæti þar. Er þetta svona, myndir þú segja að hjálpa svolítið að vera með að fara í Strongmanið, vera með styrkinn og koma sér í crossfitið, eða hvað? Mér fannst sko, þú veist, ég á búinn að vera svolítið meira í crossfit áður en ég fór í Strongman. Mér fannst að gera mikið fyrir mig. Auðvitað var preppi fyrir Strongman, skilur meiri þungarliftur og allt svoleiðis. Og já, ég æfði í rauninni ekkert eitthvað Strongman þannig áður ég fór í það. Ég fór bara svolítið í það bara til þess að prófa. Hefur alltaf verið þessi svona sterki athlít?
Já, ég hef alltaf verið að vinna með að vera frekar hraustur, sko. Svo ég búinn að vera að hlaupa meira núna, búinn að fara í fjallahlaup og eitthvað. Já, næs. Þannig að já, ég bara svolítið mikið að gera bara það sem maður langar að gera. Geggjað. Það er skemmtilegt. Þannig að koma með svona bara basically hlaupa event to win undir beltið, það helviti næs. Þetta var, já, mér fannst þetta að vera meira samt svona bara hvað geturðu bara góð, sko. Hausinn, nákvæmlega. Þetta var svolítið þar, sko. Ég að koma inn í þetta og fóka frekar pirraður, sko. Já, ég fíla það. Maður sá það á þér, þú varst mjög ákveðinn. Já. Þurftir að vera það, hann að miðist samkvæmt á myndleika. Ég stóði lítibórið ári í byrja og ég fekk bara eitthvað 4 stig úr einu, þannig að ég bara var mjög ósáttur, sko. Já, geggjað. En svo spurning eiginlega sem við erum búin að spyrja hver einsta viðtali og það er hversu góður ertu að synda? Ekki góður. Ég sá að það var sundvott og ég fór í sundlaugina. Ég tók með þessa kona mína með mér sem er mjög góð að synda og hún var að reyna að hjálpa mér og ég sökk bara svo steitt, sko. Þannig að þetta er bara svolítið já. Eru kútar á morgun? Ég væri til í að sko, það er í boði. Spurning hvort það megi, sko. Já. Þetta verður stuð, það verður gaman að sjá líka því menn verða þreyttir. Tveir dagar búnir. Það er það, sko. Núna sést hvort að menn hafi hérna svolítið keppnisreynslu, sko. Og hvort að menn séu hérna vanir voljúminu. Hvað er planið núna í kvöld til þess að ná þér fyrir morgundaginn? Fara að fá með pítsu, sko. Næs, hvernig pítsu? Ég fyrir öll á pítsuna. Næs, fyrir ekki enn Dominos þá? Já, ég held það. Ég var alltaf að púla mikið Dominos og svo pítsan. Já, okkur. Dominos er bara 50-50 hvort að fá að góða pítsu, sko. Shit, ég er enda að verða að taka undir þetta. Þetta er ekkert addsamt. Þetta er ekki hashtag add nema pizzan vill heyri í okkur. Það má alveg, sko. Pítsan er yfirleitt bara, já, 99% bara góð, sko. Ok, þetta er huge. Já, ég veist hvað ég tekur Hvernig ertu að fara í hvernig pítsu? Hvað setur á pítsun hérna? Ég er ekki búinn að ákveða það, sko. Maður rúlar bara í gegn og skoðar. Ég er náttúrulega aldrei gleyma pepperoni, sko. Svo bara kemur eitthvað annað með. Já, ég fíla það. Sko. Það er enda rétt. Barbecue topping, ég mæli með því. Já, það er gott, sko. Sérstaklega hjá pítsunni. Er með góða barbecue-sósu. Það er huge. Þetta er hljóminn sem mesta paste í heimi. Ég er mjög svangur. #pítsan. Herru, takk fyrir þetta, geggjaðar, gangi vel á morgun. Já, takk fyrir það. Við verðum á bakkanum með að þú fer einhvað hann að hægjast á þér. Einhvers sem kann CPR eða? Já, mouth to mouth, kallið minn. Það er bara svolítið. Ég er hætt á það annað hvernig myndi gera það, sko. Ég til ég. Kannski ég feiki það bara. Já, það er geggjað, takk kjærlega maður. Sjáumst. Arngrímur, geggjaður. Stóð sér vel, 20 sæti. Brynjar mættir að ríða kjaft. Við þurfum að fara að græja bólið. Við græjum það. Ef að fleirum langar í ból, þá er það að getið fara á Instagram hjá mér, Dóra Bödda eða styrkæstunni og það er linkur inn á Stubb. Það eru ekki margir eftir, fyrir mjög. Ég held að þetta er ekkert eðlilega professional. Hvernig liðið þér? Ertu búinn að vera í sturtu eða þú ert eitthvað ferskur? Nei, ég er ekki búinn að vera í sturtu. Þú ert búinn að græja bringuhárinn í sig, ha? Já, ég ákvað að vera manly í þessari keppni, sko. Já, er curling cream í þessu, eða? Nei, þetta er ekki. Þetta er náttúrulegt. Þetta er lúkar hann, þetta er að fara að setja eitthvað í þetta og gera þetta svona sexy. Ég ætla samt að vona að þetta rakaði fyrir sundi. Ef þú ert ekki hárlaus á morgun, þá fær ekki viðtal. Ok, þá mæti ég bara alveg, ég verð að shave for this. Bara vaxi kvöld. Shave my whole body for this. Það er frýr bólur ef við fáum Brazilian wax-vídeó á manninu. Vídeó? Vídeó, maður. Kalma. Sorry. Ég er sem komið svona ból, maður. Þetta er fokkjum ból. Þetta er þessi að leiða þess að hverjum degi, sko. Ég vil sjá það. Hver gerði þennan ból? Þetta er bara... Það er eins og einhver sem kann að gera föt gerðina ból. Þetta er alltaf svaka flík. Þetta er eitt stuttermabólur. Ekki bara eitthvað svona Euroshop eða eitthvað. Fun fact. Þetta er allt meitin. 1000 klukkutímar af research and development fyrir eina ból. Já, pretty much. Fyrir einasta flaska af styrum, sérhönnu. Bólurinn, þetta meikar sens að innbyrja allt saman í einu. Já, þetta er svona klassísku cycle hjá manni. Þetta er klassísku cycle. Og þeir sem að þekka þetta vel geta ekki að vel gíska á íþróttamannin sem er á þessum cycle. Nákvæmlega. En hvað finnst ykkur að það sé svona mikið að hlaupi alltaf á þessu móti? Illa, það er umrætt. Alltaf hlaup? Ég veit ekki hvað er svo mikið hlaup. Það er kannski bara því að það er svo mikið að hlaupabrettum hérna. Já. Og það er reyndar, það er rétt. Það er svona hlaupa bæði sinna því það er náttúrulega fullt af hlaupabrettum. Þetta er ógeðslega næs fyrir Bjarna, hann er svo góður að hlaupa. Ef að kæri þetta eða? Hæ? Eru ekki öll hlaupavötnin búinn samt? Jú, öll hlaupavötnin er búinn. Herru, annars hefur við breytt þessu fyrir, sko. Við höfum það púl. Við getum alveg breytt einhverjum vötnum. Nei, bara nú er warning, það seinast árið voru líka 2 hlaupavöt. Já. Þannig, þú veist. Hvað vilt þú meira?
Olympic Ég var alveg weightlifting. til í meira bara svona þungt stöf og skill. Já, Meira skill. Við hljótum að fá eitt gymnastikskillina. Ég vil sjá að menn vera að taka pirouette og eitthvað rauk. Taka bara rampinn, Rampinn, maður. Skilurðu? Ég vil fá menn bara í svona halskraga út einhverjum svaka skillworki hérna. Menn að detta á hausinn og svona alvöru meiðsli. Ég vil svona ring handstand push-ups. Í vesti. Í vesti? Það er reyndar hella. Ég vil fá, draumur var að fá vestin út. Eða bara svona ógeðslega langt, bara svona crossfit AMRAP. Bara 20 mínútur bara AMRAP. AMRAP væri gaman, sko. Hvað, það eru 2 vott sem við erum ekki búin að sjá. Er það? Já. Herru, hlaup í því. Double hlaup coming up. You never know. Hvað sagðirðu? Það er örugglega hlaup í því. Í vottunum sem er ekki búið að koma með. Já. Double hlaup. Guð minn góður. Oh my god. Oh my god. Ég held að menn sé að tala skill watt sem er ekki búið að náttúrulega. Já, ég verði að fá ringmuscle ups og ég verði að fá einhverja handstöðlabina. Hversu gæðvikt er það? Give me that. Give me that. Herðu. Vildu ból? Ég kom með ból, drifulangur í ból. Græðum ból á... Við erum að representa þetta sterakast. Já, ég fíla það sko. Bara í sundin á morgun, allir í bólnum. Ég var svolítið að hlusta við danska gæja og hann sagði hvað þetta þýtti og ég fatt að þetta ekki var Roid Reit. Stera kastið. Já. Ég held þetta væri bara stera podcastið. Já, ég skildi. Stera kastið, Roid Reit. Þú fattar ekki orðagrínið. Nei, ég fattar ekki orðagrínið. Ég skildi sko, þetta er svona stundum þannig þegar ég fattar bara, oh shit. Þetta er nefnilega double meaning sko. Við erum smarter than we look sko. Það er svolítið þannig. Þá var ég bara svona, ok, þessi gæjar er alveg hérna. Já, ég veit það. Heyrðu, hvað er að fara að fá að borða eftir þetta? Ég ætlaði bara að fara í chicken og sæta kartöflur. Það er alveg. Ég veit ekki hvað ég að fá mér annað. Nei, það er einhverjum menn að fara að fá sér í pítsu. Þú verður ekki því. Sko ég bara... Það fer bara í magann. Í gærkvöldi var mér svo illt í maganum. Já. Ég gæti ekki sofið alla nótt. Og þegar ég rökkvi gaf mér eitthvað pre-workout. Nei. Og ég tek aldrei pre-workout. Já, ok. Þannig ég var bara... Aldrei drekka úr brúsanum í öðrum crossfitara. Þetta er regla 1, 2 og 3. Maður veit aldrei hvað er í þessum brúsum. Rökkvi sagði, ætlarðu að fá þér pre-workout? Ég veit það ekki. Ég ætla að fá mér pre-workout. Ok, gef mér þetta. Hann var örugglega ekkert að fara að fá sér pre-workout. Nei, hann var bara að blanda einhverja eiturblöndu. Þú veist þér 1 gramm af koffíni þetta í gær. Svo sást ekki neitt. Ég er að segja. Hann bara vissi nákvæmlega hvað hann var að gera. Hann var að halda mig við vöku í allan nótt. Já. Oh shit, Rökkvi er líka veikur. Rökkvi 38 stig hita og bara votta. Já. Shit, og standa sig vel maðurinn sko. Þetta er náttúrulega álag á líkamann að vera að keppa sko. Þetta er ekki gott fyrir taugakerfið. Ég hef ándugst að þetta pre-workout, það er bara að fokka okkur upp. Já. Þú veist, maður á ekkert, þetta er eins og Steindi Junior segir, þú átti ekkert að vera að setja á magan, bara svona allt í einu, svona rétt úr til útlöndum, hann segir það. Já, skilji. Það finnst í keppni. Já, þetta er sála. Þetta er, maður á ekki að hafa einhverja sér keppnisrútínu, þetta á bara maður bara haldi í sömu rútínu á vanlega. Bara bím, bara búm. Herðu, við ætlum að sleppa þér. Ég gæti talað inn á mic bara í allan dag. Það er gaman. Það er bara í podcasti. Það er í podcasti. Það þakka fyrir sig. Ég held það, já. Það fer endar eftir hvernig spíl þú þetta var að mæti. Já, ég fíla það. Bjarni, guðskelóf þurftum ekki að taka viðtal við þig aftur. Thank God. Það verður ekki viðtal til sundag á morgun, segir maðurinn. Hérna, hey, you gotta dream it to make it happen and believe it. Gerðu það. Og við fáum hérna Bjarni, hvað er að borða hérna að komin? Hann er ekki með mic. Já, ég ætlaði bara að segja fólk. Ok. Hakkur rísgrón. Hakkur rísgrón, þetta er minn maður. Og hvaða sósu? Herru, hann vann ekki á hann fær ekki viðtal. Jesús. Herru, loka spurning. Áttu bakar heima? Já. Ætlarðu að æfa þig eitthvað aukalega þá? Já, ég er að fara núna að synda. Ok, tjóðlegur. Fara í kalt og synda. I like it. Herru, takk Bjarni. Hverju er fleiri? Hérna, ég ætla að fara að finna eitthvað hingrið þið sem er að horfa. Hvað er margir að horfa? Eru allir farnir eða? 44, þið viljið hingra, aldrei ná einhvern. Einhverjum aðeins spens ætlar að sækja einhvern hjá okkur. Förum aðeins yfir hérna hvernig þetta byrjar á morgun. Fyrsta event byrjar 9, konan byrjar 9. Fyrsta event klukka fólki 9, Rise and Shine maður. Getur þú sérað eventun á skjáin eða? Opið lokar 9
svo. Já, við erum live. Svo við erum brútt á hann, fær mæk. Við viljum að fá Bergsvein til okkar sem var með rosalega tíma. Hann kláraði á líka þarna. Það er ekkert einhver hér? Nei, ég slögt á. Ok. Já, það er bara fínt. Í hvaða sæti varst í þessu eventi? Varstu annar eða? Þú varst í fokkin öðru sæti með sko 0,5 sekúndum. Já. Ef að ræða það eða? Það er... Varstu svekktur? Eiginlega ekki, ég er bara sáttur, Ok, sick. Ég reyndi að skilja vel að vera hérna sáttur. Voru ekki allir í öðru, bara einhverju þrír eða eitthvað? Þetta var 3 saman, held ég, með sama tíman. Já. Ég veit ekki hvað er þetta að gera, sko. Ég held við deilum þessu. Ég deilið þessu bara? Ég held það. Ok. Já. Þú fórst úr. Evert sagði að þeir deila þessum stigum. Þetta er smá crazy. Þið voruð, já, þetta var sama tíma. Já, allir bara. ég hefði vitað þetta og ég svo gæti ekki farið ræða. Nei, ég er ekki viss að þau geta farið ræða. Sko, jú, hefði geta, hvað tókst í mörgum settum númer 4, eða round 4? Var það 2, 3? Í round 4 tók ég bara singles. Já. Nei, já, akkurat. Ég satt ekki viss að það hafi verið hægar, sko. Þú áttir ekki mikið inni. Ekki neitt, bara ég var svo pumpað, sko, að, já. Var þetta ekki bara fullkomlega peysa? Jú. Þetta er fyrsta skipti sem ég fylgji planinu að syngja. Já, shit, sko. Það satt ekki alveg. Ég er alltaf búinn að vera svona aðeins hægar eftir að hann sagði, þannig að... Hann ég var hjá Inga líka fyrir 2 mánuðum þegar ég var að keppa. Ég fylgdi ekki planinu hans einu sinni, sko. Já. En ég hefði kannski staðið mig betri hefði ég líkamlega getað það, sko. Ingimar sem að eiga það, hann er oftast með fucking batshit crazy plan. Hann er oftast með crazy plan. Ef maður fer svona aðeins undir það, þá er það perfekt. Það er oftast gáfulegast. Já. Dútin er smá crazy. En já, hvað var þá planið hans fyrir þig í mótinu? Í þessu? Já. Hlaupa á 3:30-ish, taka 3 touch and go, 3 drop and go. Ég hugsaði að ég ætlaði alltaf að taka drop and go, en síðan var ég bara í ómikil keppni til þess að geta gert það, sko. Og dómarinn var mjög peppandi. Já, ok. Það er alltaf pluss þegar dómarinn er að koma henni af stað, sko. Það skiptir svo miklu máli að fá dómarinn einhvern veginn að hann er svo nálættur og heyri hvað hann segir. Heyri ekkert hvað er í gangi út í krátinu, sko. Ekki sens, sko. Hvernig ertu búinn að standa í hinum mótunum? Ertu búinn að líða vel með skoriðina? Ég náttúrulega stóð mig ekki daglega vel í móti 2. Seirastu það. Fuck! En ég það var bekkurinn. Á, bekkurinn. Eða Akkillesarhællinn? Hæ? Eða Akkillesarhællinn, bekkurinn, eða? Ég er búinn að reyna að redda þig, sko. Já, Bensi. Ég bara meiri bekkur. Það var of seint í gæsina gripið, sko. Já. En við þú átt hvað, 100 og eitthvað í bekk? 105. 105 og þetta var 90 kíló bekkur, sko. Shit, það er brútal. 85%. Það er fucking 95%, 10, 8, 6, 4, 2. Það er gali, sko. Þetta var redemption day í dag, samt. Já, harkalega. Þetta var hags. Hvað veistu hvað sagði þú varst í voti 3? Villu Flósa? Já. Ég var í 8. og svo í 5. held ég. Þannig að ég var sáttur með það, sko. Gaur, incredible redemption day. Hvað er planið núna? Fara svo. Bora hlæðslu fyrst, bygglu, sofa. Svo... Ég vil sjá meiri mat. Morgunmatarrútínan, sko. Byggla á kvöldið, er það Nei, good shit? þetta er nýtt, sko. Þetta er nýtt? Ná í einhverju. Ég reyndi bara að setja það nú í gær og ég gata það ekki. Það var bara of, sko. Já, það er smáðurinn. Maður þarf að finna eitthvað gott svona keppnismat sem maður getur komið onni í sig. Eitthvað sem maður vill borða, sko. Já, bókstara. Ég persónulega, við þekkjumst aðeins, en ég veit ekki hversu góður þú ert að synda. Kanntu að synda? Ég þori ekki að segja það. Ég æði synd í grunnskóla. Ok. Hef ekki synd síðan, svo basically ekki. Ég veit ekkert út í hvað ég er að fara. Það var sumir einhvern veginn þetta svar. Svona æfðu... Ég er með smá skriðsumbakgrunn. En ég veit ekki hvort ég geti haldið á morgun. Það kemur bara í ljós. Það kemur í ljós. Hefurðu prófað voddsund? Þú veist, gert æfingu og svo sund? Aldrei. Vertu reddi í að líða eins og ert að drukna? Stöffara, já. Stöffara á mjög skrítin hátt, sko. Ég er að hugsa þetta sem aktiv recovery á morgun. Það verður bara cozy og... Þetta verður stemming, sko. Herru, kameran var að detta út. Ég ætla að hleypa þér heim að hátta þig. Gangi vel á morgun. Við verðum á bakkanum örugglega. Það verður epic. Þannig að mætti þinni bestu sundskilu, fælum við. Ég mæti í Speedo. Já, við erum að tala um alvöru stöf núna. Björki er aðeins að segja þetta. Far þú, Björki. Það þarf að ræða við hann strætti með Bödda. Já, ángríns. Hvernig þú bústaði Bödda?
Já, býttu bara. Varst þú að dæma fyrir Bödda? Bjöggi náttúrulega var... Færð þú ábyrgð á þessu? Ég held að hann fyrir ábyrgð á þessu, sko. Feysinu hans Bjöggi Bödda. segist að bera ábyrgð hérna á bara honum Bödda yfir höfuð, held ég. Sko... Hann Böddi... Hann bonkaði, harkalega segir hann. Shit, já, maður sá það svona Bödda. Hann var það. Hann var geggjaður. Hann vildi sér peysa sig. Hann var flottur í fyrirlutunum. Við erum sammála því. Takk hérlega fyrir þetta og hársbreytt frá fyrsta, þú tekur eitt fyrsta á morgun. Ég þarf að ná einu fótofyrirlista sem ég vinn. Já, ekki. Hvað með það? Það var eitthvað. Það verður veist það. Sjá hann sterkir morgun. Sjá hann sterkir morgun. Peace, bro. Alright guys, það er bara hætti kamera hér. Við tölum á meðan það eru gestir. Þang til að seinasti fer, þá verðum við hér. Það eru 40 að hérna horfa, hlusta. Ég þarf líka að komast heim, hann að loki í glugganum og hleypi okkur heim. Við ekki bara mæti 9 Hveragerði? Klukkan 9? Já, ég er ekki að mæti það. Mæti 8:30 í Hveragerði. Ég er búinn að segja henni allan daginn sem að mæta. Bókstaflega. Ég er ekki að fara að mæta. Er staðan. Ef ég vil eiga enda heima hjá mér, þá er ég ekki að fara að mæta. Skulum ekki pusha too much. En þetta er búin algjör veisla. Ég hérna... Við hefum nú áður kannski verið að deila fyrsta seti, hefur við verið að taka þátt. Líklegast. Ég séu allar líkur á því. Við þurftum að taka þetta í staðinn. Það þurftum að sjá bara að þurfti einhver að taka þetta á sig í staðinn. Og við dróðum stuttastráðið þar. Ég þakka fyrir okkur, takk fyrir að hlusta. Við erum pjúrli að gera þetta hérna fyrir ykkur. Við ætlum ekki að vera á bakkanum klukkan 9. Af hverju eru að halda svona snemma? Getur ekki hægt svona kvöld líka bara? Það er ég búinn að svafa börnin. Nei, sjensin sko. Það er ekkert útvist að leyfa okkur. Já, byrju. Jú, það getur verið. Jú, Bjöggi er að reyna að plata okkur einhver skrælina. Gæstum mín eftir að horfa. Bjöggi, þetta er ekki í að fyrirblæði. Bjöggi neytum mig ástum, Bjöggi er neyða mig að fara. Móndur þetta ekki að horfa ástum mig það. Ok, guys, takk fyrir þetta. Peace out. People leave, so I need to stop.